Kæru fundargestir, mér langar til að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin, Guðlaugur Þór, bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan fyrirlestur orkumál. Við höfum þann háttinn á að við byrjum á ráðherranum. Hann mun taka þann tíma sem að þarf til að útskýra sitt mál og fara yfir loftslags- og orkustefnu ríkisstjórnarinnar. Og á eftir honum mun Elías Elíasson tala og síðan verða bara umræður og þá held ég að veri best að menn kæmu bara upp og kynntu sig og tækju til máls og væru bara stuttorðir og gagnorðir og síðan munum við leyfa spurningar úr sal á eftir og þá verður bara mikrofóninn látið ganga. Þau ykkar sem að hefur áhuga á að ganga í félags sjálfstæðismanna við fullveldismál, þeir geta gert það hérna hjá Ingibjörgu. Hún með, hún tekur niður nöfn ef einhverjir eru hér sem að ekki eru þegar gengir í félagið. En sem sé ég ætla bara að bjóða þig hjartanlega velkomin, Guðlaugur, og gjörðu svo vel. Kæra þakkir, fundarstjóri og góði fundamenn. Það gaman að fá að vera með ykkur hérna í þessu ágæta félagi og ræða þessi mikilvægu mál. Ég einn þeirra sem var rosalega þreyttur á þessum tímsfundum og bara svakalega glaður að sjá okkur. Og það gaman að sjá hvað mikið kraftur í sjálfstæðismenn núna. Ég var að koma úr Reykjanesbæ og þar hitti ég sjálfstæðismenn sem voru að undirbúa sig fyrir bæjarstjórnarkosningar og allir þingmenni mættir yfir 100 manns og þar var jákvæður og góður andi, enda það fagnaðarefni þegar við erum að losna úr þessu ástandi og ég vona að verði til þess að við höldum sem allra flesta fundi til þess að ræða inn í ýmsu mál og þá sérstaklega þessi mál sem að við erum núna að taka við eftir mjög langan tíma. Ég veit ekki hvort ég muni eftir hvenær síðast sjálfstæðismaður var í umhverfisráðuneytinu. Einhver sem man eftir því? Vel gert. Og þá var ég formaður umhverfisnefndar í þinginu. Hún stóð sér mjög vel en var í allt of stuttan tíma. En fyrstu hugmyndir umhverfisráðuneyti komu nú reyndar í tíð sjálfstæðismannsins Gunnars Thoroddsen þegar hann var félagsmálaráðherra. En það náði nú ekki fram að ganga og fyrstu hugmyndir vatnajökulsþjóðgarð komu nú fram í tíð Sigríðar Önnu þó að það náði nú ekki fram að ganga en það voru svolítið öðruvísi heldur en þær hugmyndir sem eru núna. En ég ætla nú aðeins að fara yfir vegna þess að það skiptir máli hvernig við sjálfstæðismenn höfum komið að umhverfis og raunorku og loftslagsmálum þó að það var ekki kölluð loftslagsmál þá. Vegna þess að við höfum mjög góða sögu að segja. En hér ætla ég bara að renna aðeins örstutt yfir hver markmið ríkisstjórnar í loftslagsmálum og hver áherslunar í stjórnarsáttmála og það sjálfstætt landsmarkmiðið 55% samdrátt í losun, draga losun vegna landnotkunar, hraða orkuskiptum á öllum sviðum, kolefnishlutleysi 2040 og full orkuskipti 2040 og Ísland óháð jarðefnaeldsneyti fyrst ríkja. Og þetta eru mjög metnaðarfull markmið. Og þegar maður kemur að þessu verkefni að þá er búið að vinna að ýmsu en ég segi bara eitt. Ég segi það að við verðum dæmd ekki af því hvað við segjum heldur hvað við gerum. Mér fundist svona umræðan vera kannski svolítið mikið á þegar menn séu að tala að það að gera jafnvel ennþá meira en við þurfum að ákveða það hvernig við ætlum að ná þeim árangri sem við erum nú þegar búin að ákveða að ná. Og þá komum við að
því sem grunnurinn aðeins og ég verða viðurkenna, ég gat ekki alveg skilið hvernig umræðan gat verið þannig þegar ráðuneytum var breytt og umhverfis og orku og loftslagsmálum voru sett saman, á hverju menn margir ráku upp stór augu. Nú það þannig að þið kannski vitið það að ég var utanríkisráðherra og ég hef tekið og viðlögðum áherslu á sjálfbærni og loftslagsmálum og ég hef ekki tölu yfir alla þá fundi sem ég tók þátt í út af loftslagsmálum. Þeir hafa verið örugglega 100 tvíhliða og ráðstöfum annars staðar og þar voru við að segja okkar sögu og ræða þessi mál. Þá að sjálfsögðu það algjörlega samofið þessu loftslagsmálum orkumálum. Þetta gengur út af það að við erum að fara úr jarðefnaeldsneyti yfir í græna orku. Og auðvitað þarf að fara betur með orkuna og fara í ýmislegt þessu tengt. En það breytir því ekki að þú getur ekki rætt þetta án þess að með því að aðskilja annan hlutin, þú verður að ræða þetta saman. Og við sjálfstæðismenn höfum komið af þessu miklu orkuskiptum í sögu íslensku þjóðarinnar. Reynda ekki komið að þeim heldur alla jafna haft forystunnar. Og í morgun var ég í viðtali hjá BBC og á hverju var blaðamaður BBC komin hingað til Íslands til að taka viðtal við mig sem umhverfis orku og loftslagsráðherra? Jú, það vegna í þessum breytingum þegar að þessi gríðarlegum fjármunum og áherslu eru lögð í orkuskipti að þá líta menn til Íslands. Og þeir spyrja, segið okkur ykkar sögu. Því að við erum ekki að byrja í þessu. Fyrstu orkuskiptin var rafvæðingin. Þegar við fórum að framleiða rafmagn með vatnsaflsvirkjun. Í kjölfarið var farið í hitaveituvæðinguna. Það hafi verið svona 10-20 árum seinna. Og einhver kynni nú að segja að þetta hafi verið alveg sjálfsagt og eðlilegt. En það var það ekki. Og það þurfti að taka mjög harðan pólitíska slag út af þessu. Síðan í kringum 1970 þegar að allt í einu hækkaði hér olían 70% á einni nóttu að þá kláruðum við og fórum í að klára það sem eftir var þegar að koma að húsitu með heitu vatni. Og vissu lítill hluti með rafmagni. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það, ef við höfum sleppt þessu og ég man auðvitað ekki þá tíð þegar ég var kynnt upp með kolum í Reykjavík. En ég man þá tíð í Borgarnesi þar sem ég ólst upp, þegar var kynnt með olíu. Það var svolítið þægilegt, maður vissi alveg hvar allir voru í pólitík eftir hvort að olíubíllinn fór frá hvort að Esso kom á húsinu Shell eða BP. Það var auðvelt átt að sig á pólitíska landslægin í götunni þá. En að öðru leyti að þá var þetta ekki gott mál. Ég man eftir þegar að tankurum var tekinn. Og ég samt ekkert orðin 100 ára. En ef þetta væri ennþá þannig að við kynntum upp með olíu og kolum að þá værum við þrefalt meiri losun af CO2 heldur við notum algjörlega núna. Og bara til að setja þetta lítið í samhengi að það ekki lengur stærsta hitaveita í heimi á Íslandi. Hún í Kína, í Xinjiang og Xinjiang ekki stærsta borg í Kína langt í frá. Að mér skilst ekki sérstaklega stóra kínverska mælikvarða. En við þá einu aðgerð að þá sparaðist jafnmikið af CO2 útblæstri eins og við notum á heilu ári við Íslendingar. Og ef allir myndu nýta sér þá möguleika sem er í hendi við húshitun varðandi heitu vatni að þá væri engin loftslagsvandi. En núna erum við komin að númer 3 að það eru orkuskiptum, nýju orkuskiptum. Og þó að við séum með miklu minna verkefni heldur en allir aðrir, eða flestir aðrir, að þá þetta samt sem að gríðarlega stórt verkefni. En ég vildi bara, af því að eðlilega erum við búin að gleyma þessu og það var engin á vettvangi þegar þetta var, að þá var þetta frá 1938, þannig Morgunblaðið að halda uppi merkjum Sjálfstæðisflokksins fyrir bæjarstjórnarkosningar 1988 og minna kjósendur og forystu Sjálfstæðisflokksins þessa framkvæmdir þegar að koma hitaveituvæðingunni. En það þarf ekki að fara svona langt aftur. Ég veit að ég var nú að tala við einn ágæta vin minn hér inni, við vorum að fara yfir þegar Davíð Oddsson var dreginn á naglabrettun yfir því að hann var að fara í Nesjavallavirkjun og eyða fjármunum almennings einhverja tóma vitleysu. Og við höfum tekið þessa slagi hvað eftir annað þegar kemur að því að nota endurnýjanlega hreina orku.
enginn við kannast við að hafa verið á móti í dag og ástæðan fyrir að það er litið til okkar núna er vegna þess að við fórum í þessa hluti sem gerða verkum að ekki bara eru umhverfi okkar miklu betra, lofti heilnæmara, heldur efnahagslífið sterkara og samkeppnisstaða okkar betri. En hins vegar það þannig að við erum svolítið núna í því að segja sögu frá síðustu öld. Og svo segjum við frá Carbfix sem er tækni íslenskt hugvit sem felst í því að taka niður CO2 og búa til grjót úr því. Það er þannig það sem er gert. Og reyndar að vara þannig þegar við vorum, og ég var stjórnarformaður Orkuveitunnar, þá endurskilgreindum við fyrirtæki sem umhverfisamt fyrirtæki, lögðum áherslu á rannsóknir og þróun og það var eitt af því sem kom út úr þessu var þetta verkefni. Og ástæðan fyrir við gerðum það að ég hafði og við miklar áhyggjur af því að við værum að missa þetta hugvit sem er mesta orkan sem við eigum og það þekkingu sem við eigum í þessu og því að þá á þeim tíma vildu allt ungt fólk samkvæmt skoðanakönnunum 90% í háskólum fara að vinna í bönkum. En við þurfum auðvitað að viðhalda þessari þekkingu og það gerist ekkert öðru en hér sé nýsköpun og unga fólki okkar sé að mennta sig í þessum fræðum og sé að láta þessi mál sig varða. Og aldrei eru meiri tækifæri á þessi sviði heldur en núna. En ég ætla að sé aðeins að setja, vegna þess að það er alveg sérstakt markmið að upplýsa þessi mál. Þannig að þeir sem að taka þessa umræðu, og ég vona sem flesti gerir það, og þegar kemur á loftslagsmálunum og orkumálunum, að þá eru allir sérfræðingar. Það er ekkert að segja við neinn Íslending, þú bara veist ekki nógu mikið þessi mál, þú getur ekki tjáð Því að við bara höfum öll, og svo sem í öllum málum, en sérstaklega í þessum málum. Og þá vil ég bara aðeins fara hér í hvernig við notum raforkuna. Og ég veit ekki hvort að þetta kemur fólki óvart, sjáu þetta. Þá kemur þetta eitthvað óvart að því ég sjáu ekki neitt. En þá skal ég fara svona aðeins yfir þetta að það eru sem sagt þarna stórnotkun, ef við höfum bara hlutföllin sem við köllum allavega stóriðuna, hún er með 73% af raforkun okkar. Síðan komið önnur stórnotkun sem er eins og gagnaver, það eru þetta miklu minni fyrirtæki með 4%. Samanlagt þetta 78%. Ef við förum í nokkur sem köllum þessu almennu notkun, að þá eru heimilin, þau eru einungis í 5%. Landbúnaðurinn 1%, iðnaðurinn 4% og svona þjónusta 5%, veitur 2% og þetta er 17%. Síðan það sem að við viljum gjarnan lágmarka, það eru flutningstöf og dreifitöf og úttektir frá vinnslufyrirtækjunum, það er samanlagt 5%. En svona nýtum við raforkun okkar. Og síðan kannski bara líka því að menn hafa verið að ræða mikið forgangsorku og skerðanlega orku, að þá þetta bara notkun, skerðanlega orka var örugglega góð hugmynd á sínum tíma en við erum komin í nokkurn vandræði núna eins og við þekkjum og það er sorglegt að horfa á það að út af þeirri stöðu sem núna sem kemur bæði út af hvernig ástandi í vatnsbúskapnum á hálendinu en sömulegis út af stóraukinni eftirspurn eftir grænni orku að þá séum við að nota jarðefnaeldsneyti til þess að hita fjarveiturnar sem að nota til að hita húsin á ákveðnum svæðum og það sem við erum búin að spara í CO2 frá 2010 með rafbílavæðingunni að það fuðrar allt upp á væntanlega í þessum vetri að öllu óbreyttu. Og það er mjög sorglegt. Ég ætla ekki að dvelja við þetta, þessi bara eins og sína svona hvernig að þessi skerðanlega orka 5 ár, að hvernig að hún hefur þróast og hún hefur, því að það er ekki bara heimilin sem orðið fyrir þessu, gegnum fjarvarmaveiturnar, heldur sömuleiðis álverin og kísilverin og bræðslurnar og ýmislegt annað, en það er kannski engin ástæða til þess að hanga yfir þessu. En síðan hérna það sem við getum sagt að svo nýju stórnotunir og það hefur verið að þróast núna á tiltölulega skömmum tíma, þá er nýr atvinnuvegur og það er ekkert sjálfgefið að svona atvinnuvegur geti náð fótfestu, en þetta er núna orðin þannig að við erum orðin eftirsóknarverður staður, hvað var það fyrir gagnaver og það hefur aukist mikil sala orkufyrirtækjanna til gagnavera og þau vilja koma hingað. Ég held að fara í taugarnar okkur flestum þegar við sjáum þessa notkun á þessari
þessum rafmyntum og slíkri framleiðslu, en það finnst manni hún nú kannski ekki vera eitthvað sem við viljum forgangu í. En ástæðan fyrir því að það hefur kannski byrjað með þeim hætti er það að tengingarnar hafa ekki verið sem skildi, og svo er ýmislegt sem við munum laga ef við ætlum að fá fyrirtæki eins og Apple og Google og þessi fyrirtæki önnur sambærileg sem að mikið slegist því en þessi fyrirtæki alla jafna borga gott verð fyrir orkuna og það nýtist okkur öllum. En tengingarnar eru á áætlun, það er verið að leggja nýja gagnastrengi og við munum verða þar leiðandi vonandi samkeppnishæf slíkt. Þegar kemur eins og orkuskiptunum að þá bendum við réttilega á að við séum að standa okkur mjög vel og erum nú með 2 og eftir Noregi þegar kemur að þessu vistvænu bílum og rafbílum, og það er auðvitað gott, en við skulum alveg átta okkur á því að við erum bara nýbyrjuð. Áramótin með bestu tölu sem ég hef þá var 4% af heimilisbílnum var rafbílar. Tengitvinnbílinn er hugsun sem skammtíma lausna því að við erum ekki komið inn við hérna, og þegar maður skoðar þetta til sveitarfélögum að þá er hæsta hlutfallið 15% í Garðabæ og Seltjarnarnes, þar sem bæði rafmagnsbílar og tengiltvinnbílar, og rauninni bara 6% af þeim eru rafbílar, en annars staðar í öðrum sveitarfélögum er þetta hlutfall miklu lægra. Og ef við erum með 4% sem af bílunum, heimilisbílunum sem við erum komið núna í orkuskiptin eins og viljum hafa þau, já, ég er ekki sérstaklega góð að reyta, mér sýnist að við erum 96% eftir. Þannig að það er mjög stórt verkefni eftir þegar kemur að þessu. Og bara svo til að setja það í eitthvað samhengi, að þá er heimilisbílinn auðvitað bara lítið hluti af þessu. Flutningsbílar og stærri ökutæki þau nota eða gefa frá sér, eða hvernig við orðum það, jafn mikið CO2 og eins og heimilisbílinn. Og við hefum það eftir. Síðan hefur eftir innanlandsflugið. Það er hins vegar jákvætt, og ég vil vekja athygli á því og ég skrýti hvað það fer lágt, að það er mjög jákvætt teikn þar. Fyrsta rafflugvélin, hún kom til landsins í fyrra, undir lok árs. Hún og þessar rafflugvélar nota 65–80% minni það er 65–80% lægri rekstrarkostnaður þeim heldur því innanlandsflugi sem við erum í dag. Það geta flogið, og 2026 koma á markaðinn fjöldaframleiddar nýtasætavélar sem geta flogið á alla flugleiðir á Íslandi. Hvað þýðir þetta? Ef við ætlum að gera eitthvað svipað á nágrannalöndin gera, þá erum við auðvitað að opna fyrir flug á flugvelli sem við ekki nota og eigum hér út allt land. Og þetta getur orðið alveg bylting í almenningssamgöngunum sem að flugið er. Og þetta er eitthvað sem menn hljóta að ræða í aðdraganda borgarstjórnarkosninga þegar menn að tala framtíð Reykjavíkur flugvallar. Hversu mikil breyting þetta verður. Og vandinn með flutningsbílinn og stærri ökutækin er það að allavega svo tækni ekki komin allavega svona tilbúin í fjöldaframleiðslu og nýta mér vitanlega, en þetta fer nú allt svo hratt, það getur vel eitthvað komið í gær, að nota svona rafbíla, rafmagn á það beint, og þá erum við að líta á rafeldsneyti. Og það er algjörlega ljóst að þegar að kemur af flotanum og millilandafluginu sem er náttúrulega langstærstu stærðirnar í þessu, að þá þurfa menn að fara í slíkt, að búa til rafeldsneyti. Síðan er annað, og það liggur alveg fyrir að það eru gríðarleg tækifæri þegar kemur að atvinnusköpuninni, grænni atvinnusköpun, og við erum að fara í græna iðnbyltingu, og maður finnur það að atvinnulífi alls staðar, og ekki síst núna á Íslandi, er að vakna og er að vakna mjög hratt. Daginn var ég við undirskrift þar sem að BM Vallá og Motex voru að semja það að nýta umhverfisvænni steypu sem að við getum bara sagt mengar minna. Ég var hér á grænu iðnþingi hjá samtökum iðnaðarins, þar sem allt atvinnulíf og þessi aðilar er að fara í þessa átt. Og það sem er náttúrulega gott fyrir okkur Íslendinga, að fyrir utan það geta tekið þátt í þessu, er einfaldlega bara gott að við erum að byggja á mjög traustum grunni.
þeim trausta grunni sem við sjálfstæðismenn byggðum þegar kom að nota græna endurnýjanlega orku. Og auðvitað kemur þetta ekki til að góðu, en það svo mikið er víst að lífið verður ekki verra ef það er minni mengun af þeirri framleiðslu sem er til staðar. Svo mikið er víst. Fyrir utan það, og ég veit að mörg hér inni, kannski öll, er nú umhugsað þjóðaröryggi, að ef við erum á sjálfum okkur næg okkar eigið eldsneyti og látum vera að við spörum 100–120 milljarða ári í gjaldeyri á slíkum kaupum, að þá stöndum við þetta miklu sterkari sem þjóð. Þannig að mér finnst vel við hæfi að ég fá að vera með hjá okkur í dag til þess að taka með fyrsta fund þennan málaflokk. Ég er auðvitað tilbúin til þess að ræða marga aðra hliðar þessa ráðuneyti sem ég er með. Það er að mörg að taka, allt spennandi verkefni en svo sannarlega krefjandi. Og ég laði strax upp með það að við þurftum að vinna hratt, en umræðan er tekin með sem allra upplýsistum hætti. Og þegar ég kom inn í ráðuneytið og þá fór nú, og ég veit ekki hvort það voru þetta ég eða hvort það ný ríkisstjórn, mikil umræða á stað, og ég verð að viðurkenna að mér fannst þetta vera eins og algjör upplýsingaóreiða. Og ég hugsaði, við verðum að reyna að taka saman allra bestu upplýsingar stöðuna, hvað sem að það er í flutningskerfinu, í framleiðslunni, hver verkefnin eru, hvað við þurfum orku í orkuskiptin, og svo framvegis, og hugsunin er bara svo að við öll, ráðherrar, þing og þjóð, hafi sem allra besta upplýsingar þegar við tökum þessu umræðu. Og þess vegna setti ég á stað vinnu grænbókina sem að Vilhjálmur Egilsson stýrir og Ari Trausti Guðmundsson og Sigríður Mogensen eru í þessum 3 manna hópi. Þau eru að vinna mjög hratt og ástæðan fyrir að ég er að vekja athygli á þessu er það að ég vona að þið kynni ykkur afurðina þegar hún kemur 1. mars, því að það er dagsningi sem miða við, því að núna fyrir þinginu liggur fyrir rammaáætlun sem að ég setti inn eins hratt og ég gat, fresta þessu viku út af þessu blessaða COVID, vegna þess að þetta varðar okkur öll og við verðum að taka þessu umræðu. Ég held að allir nálgist þetta þannig, þó að þessi mismunandi sjónarmið, að það er bara mjög margt sem að við viljum ekki snerta þegar kemur að íslenskri náttúru. Ég held að við séum þannig almennt að okkur þykir vænt landi okkar, okkur finnst vænt ósnortnu víðernið, en það er ekki bara tilfinningar, heldur líka fjárhagsleg verðmæti í þessu. Fólk kemur hérna langa veg til þess að skoða þetta. Ég hef verið svo lánsamur og það var náttúrulega ekki ákvörðun hjá mér að ég fór fyrsta hálendi sem kornabarn með foreldri mínu og hef farið þangað síðast og mér er annt þann part landsins eins og ég held okkur öllum. Það liggur alveg fyrir að þegar við erum að fara að nýta þessa takmörkuðu auðlind, því að þó hún sé endurnýjanlega þá er þetta allt saman takmarkað í sjálfu sér, að þá þurfum við að vanda okkur mjög vel og við eigum að gera það þegar við nálgumst þessu mál. Það sem búið að breytast núna frá því bara þegar við vorum að ræða þessi mál síðast og þá er ég vísi í ramman, að það eru komin fjölbreyttari úrræði heldur en áður, ef við þannig má orðið komast. Og vindorkan til dæmis var að það var ekki gert ráð fyrir henni þegar að menn fóru á stað með þetta ferli á sínum tíma. Það eru margir kosti við það, en í vindorkunni það er engin rós án þyrna. Það eru alveg svo sannarlega gallar við það líka. En þannig er það með allt í þessum málum og kannski í flestum. En það er mjög mikilvægt og ég er mjög ánægður að sjá hvað þeir eru mörg hér mætt til þess að ræða þessi mál, að við ræðum þessi mál og við ræðum þau á dýptina og að við sjálfstæðismenn höfum forust í þessum málaflokki. Það er þjóðarhagur. Takk. Já, við þökkum Guðlaugi fyrir hans framsögu hér. Næstur er Elíasson. Elías er verkfræðingur og fyrrverandi verkfræðingur Landsvirkjunar og hefur áratuga reynslu í hverju? Í raforkukerfinu. Gjörðu svo vel, Elías. Og eitt af því sem ég gerði var að byggja virkjun úr loftinu. Af því að Guðlaugur var að tala um
orkuskipti. Þetta er bara grímuna. Já, það var það. Nú, ég ætla sem sagt að tala um orkuöryggi og orkuöryggi má skilgreina sem stöðugt aðgengi að orku á viðráðanlegu verði. Þetta með viðráðanlega verði, það er yfirleitt ekki látið fylgja, en það er mjög mikilvægt að orkan sé á því verði að menn geti keypt hana. Orkuöryggi Íslands er að fullveldisrétti á valdsviði íslenska stjórnmála og því verður náttúrulega ekki breytt. Það eru alþjóðalög. Menn kannski kannast við, þeir sem að þekkja til hagfræði eða eitthvað slíkt, kannast við væntanlega að hluti af því sem ég ætla að tala um, það myndi falla undir það sem heitir fallacy of the commons. Það er að segja rökleysu sameignarinnar. Að þegar að margir spila á markaði, frjálsum markaði og taka ákvörðun um það hvernig þeir ætla að verja sameiginlegri eign, sem kannski er ókeypis eins og regnið úr loftinu hér, þá verður ekki útkoma svo hagkvæma það sem hægt er að fá fyrir samfélagið. Og þetta kemur kannski sérstaklega niður á orkuörygginu sem slíku. Virkar frjáls raforkumarkaður á Íslandi, eða frjáls raforkumarkaður í ESB öllu heldur? Stutt svar er nei. Hinn hörðu lögmál efnahagslífsins þau virka alltaf og við komum til með að hafa fákeppni í viðskiptum með raforku hér á landi með framtíðina og markaðsreglur sem ekki taka til þess, það hljóta að klikka einhvern veginn fyrir eða síðar. Hugmyndafræði ESB-markaðar er þannig að framleiðendur eiga að keppa sín á milli og samkeppnin á að halda söluverðið þeirra nálagt skammtíma jaðarkostnaði kerfisins. Það er að segja, skammtíma jaðarkostnaður er nokkurn veginn það sama og eldsneytiskostnaður. Og þegar við förum að starta virkjunum eða aflvélum sem að nota sífellt dýrar og dýrar eldsneyti, þá hækkar verðið. Flutningsnet taka kostnaðarverð fyrir flutning með hæfilegri arðgjöf náttúrulega. Dreifiveitur rukka viðskiptavininn samkvæmt taxta. Síðan eru heildsvalar, þeir eiga að geta keypt af framleiðanda hvar sem er í flutningskerfinu og selt hvaða kaupanda sem er. Teóretískt ef við verum þarna meðlimir þá getum við einhver keypt rafmagn á ítölskum framleiðanda þó hann fengi rafmagnið frá Landsvirkjun. Því rafmagnið fyrir sína leið en peningarnir fara eitthvað allt aðra leið. Og á því byggist þetta. Allir raforkusamningar eru framvirkir og svo er jafnað eftir á. Fólk tekur ekki nákvæmlega það sem ætlar að taka og það er jafnað út eftir á markaðsverði. Og afl til rafmagnsvinnslu má aldrei skorta. Það er eiginlega forsenda fyrir því að þetta gangi upp. Og það sé alltaf nóg að vélum til í kerfinu til þess að spóla inn á rafmagn. Og þessi hugmyndafræði krefst þess líka og byggir á að það séu alltaf eldsneytistöðvar í gangi sem festa jaðarkostnað kerfisins. Hér getur jaðarkostnað kerfisins farið niður í 0 í vatninu og þá er náttúrulega hvað verði þá að vera. Þannig að hugmyndafræðin sem slík, hún gengur ekki upp hérna. Öryggi þar er tryggt misjafnt eftir því hvað við erum að tryggja. Öryggi flutnings. Yfirvöld í hverju landi, þar sé landsreglarinn, getur beitt þrýstingi og hvötum til að örva línulagðir. Það getur haft áhrif á áætlanagerð línufyrirtækja og etc. Þetta er líka hægt hér reyndar. Aflöryggi. Yfirvöld, það er landsreglarinn, getur beitt hvötum til að örva aukið framboð með aflstöðubekkingum. Það getur hvatt
til þess og það er hægt að kannski útvega ódýrt fjármagn til þess að byggja aflstöð það sem að vantar og svæðum það sem að slíkt vantar og ekki nóg flutningsskipta. Orkuöryggi, það ákvarðast á eldsneytismarkaði. Samanber Nord Stream 2 gasleiðsluna sem að ríkisstjórn Þýskalands er nú aðallega hvatamaður að og það er sem sagt eldsneytismarkaðurinn sem að tryggir það að það er alltaf nægt framboð á eldsneyti fyrir raforkuverið og ríkisstjórnin passar upp á að það sé gert. Íslenska raforkukerfið er aftur á móti hannaður byggt til að mæta þeirri áhættu á framboði vatns sem náttúruveldur. Það er einhver þarna uppi sem að gefur okkur regnið er ókeypis og svo þurfum við að nýta það. Samkeppni leiðir ekki endilega af sér hagkvæmustu nýtingu. Og þessi mynd er náttúrulega aðeins í flókin og það er út af því sem á að festa það í minninu að þessi mál eru afar flókin. Rekstur miðlarara vatnsorkukerfa er þannig að jaðarkostnaður ákvarðast af áhættumati vegna mögulega skerðinga frá vatnsorku. Það er ekkert físis sem ákveður jaðarkostnaði hér eins og í Evrópu þar sem að það er eldsneytisverðið. Hér er það áhættumat. Þessi gula lína hérna táknar venjulegt rennsli í á. Lítið yfir vetrarmánuðina hér og hér, vorflóðin há og jökulrennslið yfir sumarið og fram á haust þar á milli. Aftur á móti rafmagnið sjálft markaðurinn fyrir þetta vatn. Hér er brúnt, það er forgangsorkan í kerfinu sem búið er að skuldbinda sig til afhenda, það er að segja það eru samningar og almenna orkan. Grænt er afgangsorka og hérna fyrir ofan er uppsett afl virkjunarinnar. Það verður að vera meira. Það verður að geta tekið sveiflur, dagsveiflunar í markanum og það verður að geta brugðist við og vél í einhverju annar virkjunbeilar. Við getum haft viðhald hérna þegar að eftirspurn er lítil, þá höfum við pláss til að gera viðhald. En ef það bilar, já, þá verðum við að kaupa rafmagn af einhverjum öðrum. Nú, það sem við gerum er að fara að sporta vatn ef að miðlurinn er að tæmast. Þá fyrst byrjum við á að skerða afgangsorku. Afgangsorkan er skert þegar verð hennar er lægra heldur en áhættan sem að fyrirtæki dæmir að sé. Það er að segja áhættan er fólgin í því að þurfa að skerða forgangsorku eða kaupa dísilafl sem er það næsta sem við gerum. Þessi hvíta svæði hérna merkir að við erum að skerða afgangsorku. Svarta svæði hér, þá erum við að kaupa dísilorku. Það er nú ekki mikið til af því í landinu núna. Það er Landsnet rekur eitthvað til þess að tryggja einhver ákveða landsvæði og trúlega er dýrara að kaupa rafmagn þaðan heldur en að skerða forgangsorku á einhverju álverinu og kaupa í staðir ál á London Metal Exchange eitthvað svoleiðis og afhenda þeim upp í framleiðslutapið. Og þetta hvíta hér, það er forgangsorkuskerðing. Og þetta má yfirleitt ekki gerast samkvæmt flestum föstum samningum að það má ekki skerða forgangsorku. Og við þurfum að leggja að jöfnu þessa forgangsorku sem að hérna er tiltekin og forgangsorku til almennings. Þetta er sem sagt framgangsmátinn. Þetta er boðskapurinn þessu er að þetta er lónin eru rekin samkvæmt áhættumati. Og grundvallarspurningin er þá, þegar við metum það hvaða er mikil orka í kerfinu, hver orkugetan er eins og við segjum gjarnan, hver er kostnaðurinn, hvers er ábyrgðin og hver er áhætta af orkuskerðingu.
Framleiðandinn hann tapar sölu og kannski svolítið áliti líka sem er hægt að verðleggja. En ber hann ábyrgð ef það verður orkuskortur. Framleiðandinn er margir. Það er ekki hægt að láta að fá einhverja bara sameiginlega áhættu eða svolítið erfitt. Skiptir að milli. Notandi verður fyrir truflun á starfsemi, framleiðslutöpi. Ef að framleiðandinn sem á samning við hann er mjög óvarkár með sín lóun þá getur hann orðið ábyrgur en það þarf aðeins mikið til. Og tap sem aðrir rísa ekki undir lendir á þjóðarbúinu. Þjóðarbúið er með öðrum orðum eigin tryggingaraðili til þrautafara. Öryggi okkar vatnsorkukerfi. Flutningsöryggi, þar er Landsnet hinn ábyrgið aðili og landsreglari hefur sömu úrræðu og hjá ESB til þess að þrýsta á Landsnet, þrýsta á áætlanagerð etc. Og dísilstofa að tryggja öryggi í svona fámennum dreifibyggðum. Aflöryggi, vatnsorkuver, hönnuð til að taka þær aflsveiflur sem markaði þeirra gefið tilefni til. Eins og ég segi, afl verður að vera nógu í kerfinu, það verður að vera til vara og það er vatnsorkuverið sem er nógu sveigjanleg til þess að sveifla álaginu upp og niður. Jarðvarmaorkuverin, þau geta það síður. Orkuöryggi. Skuldbindingar plús almenn orkuspá mega ekki vera yfir orkugetu. Ef það skortir rafmagn í kerfið eins og núna, þá þurfum við kannski að gera það upp fyrir sig, eigum við að þrýsta á virkjun eða eigum við að þrýsta banna nýja samninga eða jafnvel að reyna að fella það á gildi til þess að laga jöfnuðinn. Framleiðslugeta verður alltaf að vera yfir skuldbindingunum. Og þetta þarf hvort ekki að gera að sjá fyrir, þess með 4-5 ára fyrirvara og það getur verið hægara sett en gert að sjá það. Hugmyndafræði ESB-markaðar, hún gagnast ekki í okkar orkukerfi, þessu leyti til. Og hvenær á svo að byggja næstu virkjun? Næsta virkjun er í raun ákveðin og byggð þegar að markaðssjónarmið gefa tilefni til. Það er faktist raforkufyrirtækin, þau vinna samkvæmt lögum ESB. Lög ESB skyldaðu ekki til þess að hafa öryggið í fyrirrúmi, nema þau vilja tryggja sína eigin skuldbindingar og eigin samninga. Raforka sem er á frjálsum markaði, hún er ekki tryggð. Almenningur hefur ekki trygga orku, það er svona gamall siður hjá okkur, hins vegar að líta svo á að almenningur hafi það, til jafns við stóru notendur sem hafa fasta samninga. Og virkjunaraðilar þeir leitast við að selja meiri orku og fullnýta hverja virkjun eins og fljótt og verða má, það er að segja þeir eru þá leitast við að minnka öryggið eins rætt og þeir geta. Áhættumat virkjunaraðila er ekki samræmt. Þeir notast kannski hver sína aðferðina til þess að meta hvað þeir geta framleitt mikið og það má ekki leggja þetta mat saman milli virkjunaraðila. Það þýðir ekki að skrifa niður tölur á blað, þessi framleiðir þetta, þessi þetta og leggja saman. Það gefur bara vitlaus útkomu. Og raforkuöryggi er ekki á ábyrgð virkjunaraðilans samkvæmt reglum ESB og heldur ekki þeirra sem tryggja aðfang á eldsneyti hérna, því að þeir bara koma ekkert nálægt raforkumarkaðnum. Hver framleiðandi ber aðeins ábyrgð á eigin skuldbindingum, svo ríkisstjórnin verður að bera ábyrgð á raforkuöryggi heildarinnar. Aðeins sæstring, áhrif á framleiðendur og öryggi. Sæstrengur einhver framleiðslu og hann gerir það. Framleiðendur líta svo á að mögulegur innflytningu tryggi orkuöryggi þó lón tæmist. Það er það. Framleiðendur munu til þess að auka framleiðslu sína, þá munu þau tæma lónin oftar og þau fyllast í sjaldnar og fanga meira af vatnsvinnslunni.
Markaðssjónarmið ráða hve mikla áhættu framleiðendur taka á að tæma lónin alveg. Ef við tæma lónin alveg þá fellur virkjunin burtu, allt aflið í virkjuninni það verður óvirkt. Og reglur í ESB, fjórfrelsið, hindra takmörkun útflutnings vegna eigin hagsmuna landa. Orkupakkatinn hnykkti á því og herða. Svæstrengurinn, hann getur slitnað þegar verst stendur á. Og ef við erum að tæma á lónin helst á hverju einasta vori til þess að hafa meira pláss fyrir sumarvatnið, hvað verður þá um öryggið? Loftslagsmál. Þetta megið þema orkumála eins og ráðherra kom inn á. Aðal áhrifavaldurinn í loftslagsmálum er International Panel on Climate Change eða IPCC sem er einn af stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Hlutverk þeirra er að finna hve mikil hlýnun getur orðið. Það er að segja hágildi hlýnunar. Og þá lítum við á myndinni hérna til vinstri. Þetta er dreififall sem er sett svona lóðrétt upp. Lóðrétti ásinn er umfang eða alvarleiki hlýnunar. Lárétti ásinn er líkur eða tíðni. Líklega sem gildið einhvers staðar hér, en hlutverk IPCC er að finna þetta gildi hér, hágildið. Ekki líklega sem gildið. Og þeir eiga að finna afleiðingar þess að það hlýni svona mikið og ráðleggja mildandi aðgerðir. Hágildið ákveðst af samkomulagi vísindamanna. Það er að segja, þeir eru með mat á óvissu á sínum líkunum og síðan eru þeir með spyrjaðir alla vísindamennina sem að koma að þessu, getum við staðið við þetta statement eða þetta statement og þeir greiða svona næstum því það atkvæði. Og það hvað IPCC metur þessi statement líklega þau verði, það sem sagt, þá leggja þetta tvennt saman, atkvæðagreiðsluna og tæknilegu vísindarinnar. Svona alvöru vísindamenn segja aldrei hver hlýnun verður aðeins hvað getur orðið mikil. Það eru vísindamargir þeir að koma inn í pólitík og þeir segja hvað það verður. Og fjölmiðlar, þeir geta það upp alveg miskunnarlaust. Aðeins líta á hverjar eru sviðsmyndirnar í loftslagsstílum. Efsta sviðsmyndi hér, náttúra ræður öllu. Þannig fáir á þessari skoðun. B1 hérna megin, hlýnunin stafar af CO2, koldíoxíði, andrúmslofti og það er vonlaust að reyna neitt að gera við því. Þriðja og svo mest umrædda það er þessi hérna, B2, hlýnunin stafar af koldíoxíði, andrúmslofti og við getum mildað hlýnunina, við getum ráðið við hana að einhverju marki. Stóra spurningin er hvert verður framhaldið. Jörðin er að hlýna. Þessi mynd sýnir hitastigi í neðri lofthjúpnum, neðri hluta andrúmslofts, mælt og gervifællum. Og frá 1978 að þar bil hefur hlýnað til dags í dag svona 0,6 gráður, eitthvað svoleiðis. Og það er svona 1,5 gráða á öld, þessi partur á jörðinni. Og því meiri hlýnun, þeim er meiri vatnsorku í orkukerfinu, þá bráðna jöklarnir að gefa okkur vatn. Og Landsvirkjun reiknar faktisk með því að það hlýni þegar hún áætlar hvað rennsli verður mikið í framtíðinni. En sú áætlun, hún er út frá markaðssjónarmiðum endanlega. Það er hennar skylda að gera það. En ef við erum að hugsa öryggi, hvað eigum við þá að við hafa mikla varkárni? Eigum við vilja bláu línuna hérna eða grænu línuna hér? Og akkurat núna stendur svo á að þeir sem horfa mikið á sólina, þeir eru að spá því að það komi tímabil, nokkuð langt tímabil með lágri sólvirkni
það þýðir að hér getur kólnað. IPCC tekur ekki mark á þessu, þeir krefjast sannana áður en að þeir setja þetta inn í sín líkön, því að þetta myndi lækka matið á hágildi hlýnunar. En þegar við metum hvað vatnsorkan er mikil, þá er ekki varkárt að vera hérna uppi. Þetta er varkárni þegar við erum að ræða hlýnun og alvarlegar afleiðingar hennar, en þegar við erum að ræða hvað við eigum að fá mikið vatn, þá liggur varkárni hérna niðri. Þetta er alveg tvö ólík sjónarmið, við erum að horfa á hlutina frá sinn hvorri hlið. Og sem stendur þá ræður Landsvirkjun ein yfir þeirri þekkingu sem að þarf til þess að meta þetta framhald. Það gerir engin annar á landinu. Það er faktisk eitt hvatinn að þessu erindi að það var fundur sem ég satt fyrir nokkrum árum og messaði við framsóknarmennum ásamt tilvonandi landslöglara þá, orkumálastjóra. Og þegar ég fór að ræða orkuöryggi í sambandi við rekstur og miðlunarlónum, þá vissi hann ekki hvað ég var að tala um. Hann hélt ég að vera að tala um öryggi gagnvart línubrotum eða hvernig Landsnet stjórnar rafflæðinu, en hann kveikti bara ekki á því að það væri til eitthvað sem þyrfti að vera öryggi gegn því að lón tæmdust. Og ég veit ekki hvort Orkustofnun er neitt meira í dag. Satt að segja. Þannig að þarna er verkefni fyrir ríkisstjórnvöld að ákveða hvað á að ráða varkaldissjónarmiðið. Er það markaðssjónarmið framleiðanda eða opinber þjóðhagsleg sjónarmið? Þetta er ekki sama sjónarmið. Nú, hafís fyrir Norðvesturland. Ég heyrði vonandi fréttirnar daginn allar. Hafís fyrir Norðvesturland, ef hann er í miklu magni, sem hann svona blessunlega er að víst ekki núna, þá setur þá sviðið fyrir atburðarás sem er þannig að við fáum vestlægar áttir í 34 vikur sem færa ísinn til austurs, síðan norðanáttir sem hrekja ísinn inn af firði. Niðurstaða, kalt vor fram í miðjan júní, orkuskortur, stjórn á hálendinu, hann sublimerið svo heitir, það er að segja að gufa beint upp á þess að breytast nokkuð tíman í vatn og við fáum lítið vatn í orðlóðum, fyllum ekki miðlandir. Og svo ef við fáum annaðins ára eftir næsta, ja, þá er málið afgreitt, þá er orkuskortur. Ríkisstjórnin verður vegna orkuöryggis að hafa aðgang að allri þeirri þekkingu sem einstakir raforkuframleiðendur búa yfir og þeir nýta nú að lögum með markaðssjónarmiðin ein að leiðarljósi. Það er niðurstaða mín í þessu máli. Takk. Við þökkum Elíasi kærlega fyrir hans orð hér. Jónas Elíasson er næstur og þið þekkið hann nú sennilega flest. Hann er prófessor, verkfræðingur og prófessor emeritus. Gjörðu svo vel. Nú, þið eru búin að heyra hjá Elíasi hvernig þetta málin standa þarna með orkuöryggið og málið er það að þau standa ekki nægilega vel og ég get alveg staðfest það að þennan dóm Elías reifi í því máli. Ég er nýbúin að fá í hendurnar línuritið yfir lónstöðuna eins og hún er og hún segir manni að það sem hefði átt að gerast er það við höfum átt að byrja á næstu virkjun í fyrra eða hittifyrra. Það hefum við átt að gera. En mér er sagt, eða svona að það eru komið fréttir af því að ríkisstjórnin sé að fara í gang með það að byrja á þessu ári og það er vel. Það er mjög gott og þá þurfum við að reyna að byrja, standa við það, byrja sem að byggja þessa Hvammsvirkjun núna þessu ári og reyna að láta þær byggingaframkvæmdir ganga eins hratt eins og hægt er
til þess að vinna það upp að við byrjuðum ekki í fyrra eða hittifyrra. Því að hættan á orkuskorti vegna tæmingalóna, hún að verða raunveruleg, ekki bara vegna þess að það sé mjög lítið vatn í lónunum, heldur líka vegna þess að flutningsmöguleikarnir innanlands, þeir eru ekki nægilega góðir. Það er ekki nægilega kröftugar línur frá Blönduvirkjun og Kárahnjúkavirkjun til þess að þær geti gripið inn hér á Suðurlandi þegar að og ef til þess kemur að Þórisvatn tæmist. Þá er bara ekki hægt að treysta á þessu virkjanir, það vantar línur í það. Það er það sem þannig er staðan. En hvernig er það framtíðin í þessu? Sko? Hún lítur ekki vel út fyrir til dæmis það sem við getum kallað útflutning á raforku. Enda er það mín kenning að við höfum ekkert verið að hugsa útflutning á raforku. Við höfum að nota hana innanlands. Framleiðsla raforku kostar sitt og það raforku sem við kaupum kostar sitt, en að nota hana í iðnaði það gefur 10 sinnum meiri hagnað heldur en bara framleiða hana. Það er það sem gefur raunverulegan hagnað. Roosevelt Bandaríkjaforseti þegar hann var skammaður fyrir það að byggja allar þessar stóru virkjanir í kreppunni og selja rafmagnið og skít og ekki neitt í iðnaðinn, hann sagði það verið bara rólegir. Við náum þessu inn á hinum endan og það gerðist. Iðnaðurinn rauk upp, allir fengu atvinnu, efnahagslega Bandaríkjanna þaut upp bara í óþekktar hæðir og þeir búa því að það. En hvernig er þá ástandi hér í Evrópu? Það er þannig að þetta blessa rússagas, það er að dala og það er bara eðlilegum ástæðum. Holurnar sem tengdar inn á þessa leiðslu, það er bara að dala eins og hver er að reyja þetta holur. Og þegar það gera það, þá grípur inn þessi fáránlegi markaðsmekanismi þarna í Evrópu. Þá byrja framleiðendur strax að hækka raforkuverðið, þeir að hækka tilboðin inn á markaðinn og þá þýtur raforkuverðið upp. Þessi raforkumarkaður þá því með sér hann að þeir geta lækka hratt og það gerir hann ef komið lág tilboð. En hann hækkar ennþá hraðar þegar svona ástand er eins og það er núna. Og núna er þetta komið þannig að það eru 300–400% hækkun á raforku víða í Evrópu. Það eru bara 2 lönd sem hafa sloppið við þetta, Ísland og Norður-Noregur. Það eru 2 einu löndin sem hafa sloppið við alveg skaðsamlegar hækkanir á raforku. Við eigum út af fyrir sig næga möguleika hér. Við erum búin að virkja ca. 2000 megawatt sem er í gangi og við getum virkað minnstakosti annað eins bara í vatnsafli og enn meira í jarðhita. Og vindorkuverin, ég mun helst ekki tala um þau því að það er búið að bannfæra svoleiðis eiginlega alls staðar í heiminum. en bara í vatnsaflinu og jarðhitanum eigum við alveg gríðarlega möguleika. Og það sem að við gerum núna við raforkuna, við auðvitað hafið rafmagn í innstöngun og notið það. Og það hefur forgang, þið missið það ekki neitt. Það sem að við notum raunverulega raforku í, það er í iðnað, það er í álverin, það er í járnblendið. Við notum 4 sinnum meiri raforku í það. Og hvað gerir það til? Já, þá komum við inn á loftslagsmálin. Við erum að framleiða iðnaðarvöru með hreinni orku. Ef það á að framleiða þetta með kolaorku, með kolarafmagni, þá er útblásturinn 5 sinnum hærri, 4 til 5 sinnum hærri. Og ráðherra myndist hér á hvað steinsteypuframleiðendur var að gera. Jú, þeir gera sitt til þess að ná einhverjum árangri í loftslagsmálum. En hvað erum við að gera hér? Við erum hættir að framleiða sement með íslenskri raforku. Við erum hættir því. Og svona er þetta á fleiri sviðum. Og það verður ekki gert neitt í þessum loftslagsmálum nema það verður gert eitthvað raunhæft. Það er ekki hægt að gera eins og Vinstri grænir og kratar bara tala um þetta með einni tungunni og banna svo allar virkjanir með hinni. Það er ekki nokkuð leið. Það verður að gera eitthvað raunhæft í þessu. Og það sem að við getum gert, það er
að reyna að vinna að því á alþjóðavettvangi að við fáum einhverja viðurkenningu fyrir þetta að láta íslenska orku í iðnaðinn, hreina íslenska orku og minnka þannig útblástur í heiminum sem því nemur. Við erum ekki að vera að pressast við það að reikna útblástur Íslands upp með því að taka allar mýrar sem búið er að rækta upp og segja þetta er óþarfa útblástur á þeim. Það er enginn sem er að biðja okkur um það. Ekki nokkuð lifandi maður. Við þurfum ekki að reikna með þessu inn í okkar útblástusbókhaldi. Við þurfum að gera eitthvað raunhæft í þessum málum og ef okkur tekst að fá alþjóðlega viðurkenningu fyrir því að Ísland sé með framlag til loftslagsmála í þessum iðnaði sem gengur hér á hreinni orku, þá streymir hingað mannskapur til þess að kaupa íslenska orku og nota í iðnað. Þá streyma hingað fjárfestar. Og við þurfum að reyna að koma því á. Það er það sem við þurfum að gera. Vona að þið takið undir það með mér. Takk fyrir. Þökkum Jónasi kærlega fyrir þetta. Það er, mér heyrist nú niðurstaðan að vera svo að við verðum að fara að virkja hérna á Íslandi, að einhverju viti. Nú er eiginlega bara komið að því að bjóða mönnum að koma hérna upp og tjá sig. Ég ætla að biðja mönnum að vera stuttorða og gagnorða og hérna koma upp, kynna sig. Við skulum sjá. Hér er einn. Þú heitir, já, Bjarni og Bjarni líka. Bjarni og Bjarni. Heyrðu, já. Valdimar, já, ég þekki þig. Hérna, þú vilt væntanlega koma upp, gjöra svo vel og hérna. Já, Bjarni Jensson, já, ég er búin að hafa búið að segja það. Það ekki. Ég vil þakka þetta ágæta framsögur. Jónas var ég helvítið mikið sammála honum og Elías las ágætlega upp úr okkur bók. En það sem að ég vil beina aðalega til, það er þú, Gulli minn. Það var ágætt ræðan með allt það, þú skautaði svolítið fram hjá stórum vandamálum. Sko ríkið, eins og þið vitið, þá hefur ríkið verið að niðurgreiða innflutning á rafmagnsbílum og alls konar svona bílum og dóti. Það er ekki bara niðurgreiddur innflutningurinn, það er líka niðurgreidd keyrslan á hann, alla daga. En það hefur ekki verið virkjað í 15 ár. Og það er ekki til rafmagn. Núna er staðreyndin sú að það vantar til að keyra þjóðfélagið í dag, það vantar 350 megawatt cirka, pluss mínus, eitthvað. Svo kom menn að segja að línurnar séu svo lélegar, það er alveg rétt, línurnar eru lélegar, en það er ekki nema svona 40 megawatt sem það myndi vinnast ef við værum með línurnar í lagi. Það vantar rafmagn. Og það dugar ekki að segja bara alltaf eitthvað annað. Það vantar rafmagn. Það er gríðarleg eftirspurn eftir rafmagni, alveg gríðarleg eftirspurn eftir rafmagni. Og við höfum ekki sinnt þessu. Og þá komum við að því, Gulli minn, sem þú þarft að taka brett upp ermina og gera. Það er það að það er búið að búa svo mikið flækjusti hérna að ég hef verið að aðstoða menn sem er að fara í gegnum svona kerfi og sveitafélag. Og ég get sagt ykkur það að sko 12. árið eru sumir í sama hjarkinu. Og þessi rammaáætlunarstofnun sem þið byggu til, sem er því miður eitthvað það hillilegasta sem yfir landi hefur komið, ekki vegna þess að hún sé eitthvað að gera eitthvað, hún er ekki að gera neitt. En hún gerir það verkum að það fer enginn í gegnum hann og ég veit ekki hvernig allir heldur að láta hann að virka, hvernig á að forgangsraða ef það eru 10 eigendur af virkjunum sem vilja virkja og allir eru svipað. Hvernig ætla ég að forgangsraða þessu? Þetta er bara bull. Við erum með nóga stofnun, náttúruverndar sjónarmið, umhverfis sjónarmið, skipulagssjónarmið er alveg nóg til að forgangsraða.
ég vinn í öðrum löndum eins og Skotlandi, þar er ein stofnun sem þú skila gögnunum inn í og hún sér þetta allt saman. Það sem hins vegar tjónið sem að Rammaáætlunarstofnun, sem að Guðrún Pétursdóttir væntanlega ennþá forstjóri fyrir, og það ekki, já, það er þessi spotífóli, og hún gerir það verkefni að það er búið að taka hérna fullt af stórum, flottum virkjunarkostum og færa það niður í 9,8. Og það stendur í lögunum, ef þú ætlar að fá virkjala á, þá verður að nýta alla. Svo er búið til þessa stofnun sem er alveg fyllingur og hún gerir það verkum að það er alltof margar, þetta er alltof margar. Svo er það með úrskurðunarnefnd auðlindamála og það stendur í 61. grein, vernda skal allt hraun og hraunmyndun á Íslandi. Heyrðu þetta? Vitið úr hvað Ísland er? Það ekki, já. Þetta, þið verða að taka hendinni saman og laga þetta. Ég var að koma inn. Ég er bara að brýna, ég er ekki að skamma þig. Það var búin að setja helgi. Það var búin að setja helgi. Ég var utanríkisráðherra. Já, og þið getið til dæmis lagt niður úrskurðarnefnd auðlindamála og Rammaáætlunarstofnun, það verður góð byrjun. Og svo á ríkið ekki að reka hérna náttúruverndar samtökin og landvernd og þetta. Venni gerir í einhverju alls konar félagskap, maður að borga félagsgjöld, Sjálfstæðisflokknum verður það. Og svo er það sameina umhverfisstofnun og skipulagsstofnun. Það er mjög áríðandi að gera það. Ef þú skal fara með þetta í Skotland sem sýnir þetta, það er SEPA bara ein stofnun sem maður bara skilur allir. Ef við fyrir til Skotlands þá fyrir við að gera eitthvað annað. Ég veit það. En heyrðu, já, ég ætla ekki að skammast mikið meira. Þetta er gott í byrni, takk fyrir. Bjarni, það er annar Bjarni, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessu verið, en ég er kannski sá eini hérna inni sem hefur gengið úr Sjálfstæðisflokknum. En punkturinn er kannski hjá mér er sá að það eru tvær spurningar sem ég er með. Í fyrsta lagi til Elíasar, hvaða gildi hafa svo kvöldu aflátsbréf? Það er að segja á reikningum okkur hérna í Reykjavík þá stendur 39% kjarnorka. Hvaða hugmynd er það? Hvernig tengist það áhættustjórnun framleiðenda á raforku? Síðan ætla ég að hvetja Guðlaug til góðra verka. Býð mér enda fram til að ráða rammaáætlun ef hann vill. En ég ætla að Sæman merki loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Ég sá að þessi utanríkisráðherra hefur ekki náð því að lauma sér í það að vera með þetta merki hérna. Þannig ég ætla bara að gefa þér það. Já, ég saknaði þess að þú kæmir hérna fulltrúi hins ábyrga alþjóðasamfélags og sýndir okkur það. Valdimar, þú næstu gjörðu svo vel. Komið sælir, sælvistu Guðlaugur. Ég er endar ekki kjósandi Sjálfstæðisflokksins heldur, ekki vegna þess að ég hafi ekki nokkurn veginn sömu hugsjónir eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur að mestu leyti, heldur vegna þess að ég get það ekki meðan að Sjálfstæðisflokkurinn leiðréttir ekki þau stóru mistök sem þeir gerðu sérstaklega 1990, voru búin að gera 1984 líka og endur tóku svo mistökin 1998 þegar þeir leiðréttu ekki fiskveiðistjórnarkerfið vegna dómsins sem þeir kenndu við mig. Og það ennþá svona er heilmikil reiði inni mér út í ykkur, Guðlaugur, og ykkur sjálfstæðismenn fyrir að brjóta svona gegn ykkar eigin hugsjónum eins og þau gerðu þetta. En það er annað mál. Til að ræða það sinna. En mér langar líka til að skamma út öðru þó að mér sé líka yfirleitt afskaplega vel við þig. Og bara til þess að þú veitir það. Og það er það að það er þessi dyggðarflöggun sem að ríkisstjórnin hefur tekið þátt í til þess
að sættast við öfga vinstrimenn og öfga umhverfis sinna til þess að geta gengið í sæng með þessu fólki sem misti trúarbrögðin kommunisma og var þá að taka upp úr önnur trúarbrögð og þessi önnur trúarbrögð urðu loftslagsýnun sem ekki nokkur einasta sönnun fyrir og fjöldinn allur af fremstu vísindamönnum heimsins harðneitar. Og að láta einhverja svona óljósa hugmynd stjórn okkur meira eða minna gjörsamlega galið, sérstaklega á Íslandi, þar sem við þegar erum fram úr öllum öðrum löndum á þessu sviði. Þetta svo gjörsamlega brjálað að ég á ekki til orð til að lýsa því. Ég þyrfti að hafa miklu lengi tíma til að gera þetta, til þess að lýsa því og undirbúa það svolítið vel. En þetta ég bið þig og ykkur sjálfstæðismenn að fyrstulega leiðrétta það sem þið þurfum fyrst og fremst að leiðrétta, og það fiskveiðistjórnarkerfið. En að öðru lagi, ef þið ekki vilja leiðrétta það strax, farið þið strax í það að leiðrétta þessa dygðarflöggun ykkar sem eiginlega sprengklægileg. En það stendur ekkert á bak við þetta, nema bara Greta Thunberg sem lítið stelpubarn í Svíþjóð. En þetta nú aðalega erindi hingað, en mér langaði samt til að minnast á það. Ég fór í smá sagnfræði í dag og það rifjaðist upp fyrir mér að 1966 var ég blaðamaður á Vísi og tók viðtal við framámenn Alusins sem kom hingað til landsins þegar að Ísal hefði verið stofnað til þess að reka endapunktinn á samvinnu við Landsvirkjun það að kaupa orku og framleiða ál í Straumsvík. Og þá sagði einn af þessum forstjórum við mig, þetta síðasti sens sem að þið höfðu til þess að selja rafmagn til álframleiðslu, þetta síðasta vatnsaflsálverið sem við munum reisa í heiminum. Kjarnorkan að taka við. Það hefur víst ekki ræst, en það mun rætast von bráðar. Þess vegna segi ég, okkur liggur á að nýta það vatnsafl sem við höfum og hagkvæmt að nýta vegna þess að það vatnsafl mun ekki geta keppt við raforku kannski innan mjög fárra ára. Það spá því flestir sem hafa vitað þessum málum að thorium muni mjög fljótlega taka yfir sem aðal orku uppspretta heimsins vegna þess að thorium hagkvæmt og ódýrt að koma fyrir og reisa litlar orkustöðvar þannig að við losnum við þetta vandamál sem að Landsnet hefur sett okkur í sem við höfum verið að lýsa hér. En 1966 var því spáð að nú væri síðustu forvið að selja raforku til álframleiðslu. Það myndi bara ekki borga sig að gera það eftir nokkur ár. Þetta var aðalforstjóri Ísal sem sagði þetta. Ég man það vel að því ég man eftir því hvað ég var undrandi yfir þessum orðum hans. En svona það. Þess vegna liggur okkur á að nýta það sem við getum og látum ekki öfga mennsku í umhverfismálum stjórn okkar hagsmunum með þeim hætti sem það hefur verið gert. Ég sjálfur náttúruverndamaður og ég vil vernda náttúruna en við eigum líka að nýta hana á skynsamlegan hátt og ekki láta menn sem hafa þörf fyrir ofsatrú stjórna þessum málum. Heldur láta almenna skynsemi ráða. Takk. Takk. Við þökkum Valdimari fyrir. Viðar, þú baðst orðið, gjörðu svo vel. Já, það best að loka svo þessari mælendaskrá og fara svo í fyrirspurnir úr sal á eftir. Ég sýnist að við séum búin að vinda úr þessu það sem við getum, það ekki? Gjörðu svo vel, Viðar. Myndastjóri og framsögumenn, takk kærlega fyrir þetta. Við ætlum ekki að vera vondu við Guðlaug, hann náttúrulega þarf að lifa með þessum pólitíska veruleika að það dálítið mikil sundrung í stjórnmálunum þessa dagana, mikil fylgisdreifing. En ég hins vegar með fyrirspurn og það hvort það hefur verið farið fram áhrifamat á þessum svokölluðu orkuskiptum. Nú ég lífefræðingur og ég hafði mikla unun á efnafræði.
Og ég veit það að batteri eru ekki endilega holl fyrir náttúruna, frekar óholl, og það fara að skipta út öllum bílaflótunum fyrir batterisbíla. Ég er ekkert svo viss að það sé gott til frambúðar fyrir umhverfið. Og svo langar mig líka að spyrja hvort að dreifikerfið, hvað gerist, nú bara veit ég það ekki, hvað gerist ef allir stinga bílum sínum í samband, hvort að við getum yfir höfuð gert það. Ég spyr svona sérstaklega líka út af því að manni finnst þessi umræða eins og við erum komið inn á að hún er komin dálítið út af einhverjar svona hálfpartinn í einhvers slags trúarbrögð. Og ég nú sjálfur á Pæjar og Jeppa, mér finnst gaman að ferðast með landi, kallar stundum kolefnis ójafnaran, vegna þess að í hvert sinn sem einhver á rafmagnsbíl keyrir þá ójafna ég hans jöfnun. En svo eru aðrir hluti sem að gera sem við þekkjum ekki, eins og við erum með eldfjöll sem að gjósa og okkur sagt að eins og Guðlaugur kom inn á að það þarf ekki nema einhverja lágastuð í lónu og allt í einu fara síðustu 10 ár bara til einskis. Þannig að hefur þetta allt verið hugsað til enda. Við erum með stærsta kolefnisójafnara í heimi í Kína. Flest fyrirtæki að fara til Kína út af því að raforkuverð hér eru há, út af við erum að horfa dálítið mikið til umhverfisins. Hefur eitthvað verið skoðað hvernig við, utanríkisráðherra líka, hvernig við ætlum að koma í veg fyrir það að samkeppnisstaða okkar í iðnaði þurfi að mögulega orsaka það að iðnaðurinn fer eitthvað annað. Takk fyrir. Já, viltu svara bara úr ræðustól? Þú fýtt maður? Já, ég komið þangað áður. Já, ég komið þangað áður, sko. Já, heyrðu, takk fyrir þetta. Ég átti nú ekkert vona á öðru en að fá alvöru spurningar og athugasemdir og það er bara það sem ég vil fá því að við þurfum að ræða þessa. Og ég veit ekki hvernig þetta er svona reyna að fara allavega að snerta á flestu sem hér hefur komið fram. Sko, eitt af því fyrsta sem að mér svona umræða sýna svolítið hvað þetta er stórt og menn eru svona eðlilega að fara út Víðavöll. En eitt af því fyrsta sem ég gerði að því að það sem að ég veit ekki hvort að tölvukunnátta mín geri mér mögulegt að setja glærusjóða mitt aftur. Jú, það eru bara smá von hér. Sko, þessi hérna mynd, því að menn tala svona stundum og mér veist nú aðeins svo að fara í að bara aðeins svo þessi það gerist eitthvað. Menn fara svolítið svona eins og spyrja að setja bílana í samband sem er ennþá mjög fáið fyrir þá ekki alltaf annan endar. Sko, þetta er raforkumarka eða hvernig við nýtum raforkuna. Það er 73% sem fer í stóriðina og til dæmis þegar maður fær í skerðanorku og þá er það menn taka stærsta kúfinn af því. Heimilin eru 5%, en þetta er ofsalega mikilvæg 5%. Og hér var nefnt orkuöryggi sem snýrist meðans á að á viðráðanlegu verði. Þú verður að mínu áliti að nálgast þetta þannig. Þess vegna setti ég strax á stað raforkuöryggishóp sem á að líta sérstaklega þess hvernig að við getum verndað okkar heimili. Og síðan og sá hópur mun skila á sér fljótlega. En það er svona bara, og á hverju er þetta nauðsynlegt? Þetta kom til út af breytingum og lögum árið 2003. En það hefur ekki verið, þetta hefur allavega ekki tæklað með þeim hætti þannig að þetta sé skýrt og vonandi verður það gert og ég þarf að fara með frumvarp fyrir þingið vegna þess að við höfum allar heimildir í því umhverfi sem við erum með sem menn svona bölsóttast oft út af að það er alveg gert ráð fyrir því að það séu gerðar ráðstafanir þarna. Og sömulegis bara að því að menn að tala hér um hvað þarf að gera, það þarf að gera mjög margt þegar við höfum að fara í þessa breytingar. Það frumvarp sem er á þingmálaskráni, ég lagði upp með, er til dæmis það auðvelda, og hér var að tala um reglugerðar umhverfið, að auðvelda það sé hægt að stækka eða endurnýja núverandi virkjanir á þess að fara í gegnum mjög flókin feril. Og það er á þingmálaskráni og ég mun leggja það fram.
Sömuleiðis að einfalda kerfi vegna þess að varmadælur sem að margir hafa bæði í atvinnulífinu og annað, að það er flókið að fara í gegnum það kerfi sem er niðurgreiðskerfi sem er góð fjárfesting fyrir okkur, því að ef allir myndi nýta sér varmadælur sem geta, þá myndi það þýða að það væri rafmagn sem samsvarar fyrir 10-14.000 bíla. Og þetta er eitthvað sem ég ætla að leggja fram líka. En þetta er auðvitað ekki nóg og við höfum lítið rætt hérna vindorkuna en þar er þróun náttúrulega gríðarlega hröð. Og mér fannst áhugavert, ég skal bara viðurkenna það og ég kom svo sannarlega ekki fullnuma í þetta verkefni fyrir hverju neitt verkefni sem ég fari í og því lengra sem ég lifur og því meira sem ég læri, því meira veit ég hvað maður á eftir að læra því að það er nóg að taka. En það kom mér mjög óvart að átta mig á því að vindmyllur nú þegar ein vindmylla framleiðir 12,5 megawatt og það er að fara í framleiðslu 15 megawatt. Það er þessi ein mylla. Hún er að vissu 250 metra há, Hallgrímskirkja 70 metra há, þannig að þetta er svolítið mannvirki. En Kárahnjúkavirkjun framleiðir 710 megawatt, bara til að setja í eitthvað samhengi. Og nú er að banka dyrnar, ég bara hef aldrei fundið fyrir öðrum eins vinsældum, ég held að sé 90 manns að bíða eftir að hitta mig, þannig að þið hljótuðu rosalega heppin að fá að hitta mig hér sko. En það eru mjög margir sem vilja hitta banni mínu embætti og það eru þegar kemur að vindmyllum og þetta er ekkert eitthvað sér íslenskt því að það er náttúrulega vindmyllur á flegi ferð og þróunir á miklu hraða út allan heim og hefur breyst á örskömmur stundu að þá er uppi hugmyndur þá að setja langar eins og það er ekkert á gríðarstofan landsvæði til dæmis vindmyllugarður sem er framleiðir 1400 megawatt sem er tvöföld framleiðsla Kárahnjúkavirkjunar og síðan eigum við eftir það sem er í sjónum og þannig að það er margt fleira því að við tölum kannski svolítið hérna stundu bara vatnsaflið. Það er nú minnst sem menn eru að ræða við mig þessa dagana. Varðandi sæstreng að þá eru einu hugmyndirnar sem ég hef heyrt en ég hef ekki heyrt neina tekið fundi út af því en ég hef svo sem séð það í fjölmiðlum og veit af því að það er sæstreng þá í gegnum vindmyllugarð í sjó til Bretlands. En það er ekki stefna ríkisstjórnarinnar og ef einhver ætlar að gera eitthvað slíkt það þarf sæstrengurinn að fara í gegnum þingið. Það er breytingarna sem við gerðum út af umræðum í þriðja orkupakkanum til að sjá til þess að við værum bæði með belti og axlabönd þegar að þessu málum komum. En Bretar eru ekki í Evrópusambandinu. Þannig að ESB-reglurnar gilda ekki í Bretlandi. Ég held að allir verði að hafa það alveg hreinu en hins vegar stendur ekki til að leggja neitt sæstreng til eða frá því að það er eins og staðan er núna að það veitir okkur ekki af og allir þeirra orku sem að við þurfum. Og síðan geta menn haft allar skoðanir á loftslagsmálum til eða frá. Ég held eins og engin þræti fyrir það að það er að hlýna á jörðinni. Ég held að það sé engin þar. Hvað áhrifur það á Ísland? Það eru alls konar áhrif. Og þið kannski tóku eftir aurskriðunum í Seyðisfirði. Við munum öll líka sjá meira af slíku og allavega er ég með all þau gögn sem ég hef þá þurfum við að gera það og að búa okkur undir slíkt og það mun ég reyna að gera eins mikið og eins hratt eins og mögulegt er. Við erum líka að sjá það að það er aukin hætta á skógaröldum og ég vísa nú alltaf í nágranna minn í Böðvarsgötunni, hann Bjarnar Steinarsson, slökkviliðsstjóra sem eini maður sem er búinn að tala þetta held í 10 ár, að það sé bara tímaspursmál hvenær að eitthvað stórslys gerist og í sumarbústaðabyggðum þar sem er mjög þétt og menn er ekki með neina ráðstafanir hvað það varðar. Og því hlýrra sem er, og nú er það kannski getur sett að jákvæða að gróðurinn vex 16 dögum lengur á landinu heldur en gert áður sem er því ákveðna mikla möguleika fyrir landbúnað en ógnirnar eru svo sannarlega líka til staðar. Og það mun ekki rigna minna með við þær spár og það sem ég mun sjá. Og það fannst mér nú frekar ósanngjarnt því að þetta er svo mikið verkefni, þannig er allt í lagi að minnka aðeins rigninguna. En síðan er talað hérna það á hverju verðum að fá viðurkenningu og framleiða með okkar íslensku orku. Út á það gengur málið. Og það sem er að gerast núna
Og þegar þið farið inn í fyrirtæki á Íslandi, ég var í Össur daginn og við erum í Eflu verkfræðistofu, svo sannarlega hef ég farið í Silicon Valley og farið á Apple og Google og öll þessi fyrirtæki. Þau eru án þess að ríki sé að skilda þetta. Þau eru að setja sína eigin reglur, sína eigin innkaupareglur, eigin gæðareglur þegar kemur á loftslagsmálum. Þannig að þau eru bara að segja við ætlum ekki að kaupa þessa vöru nema hún sé framleidd með umhverfisvænum hætti. Hvað þýðir það? Það þýðir samkeppnisforskot fyrir okkur. Og ef okkur gengur vel með loftslagsmarkmið, gengur betur heldur en öðrum, þá þýðir það að samkeppnisstaða okkar styrkist. Þegar ég var utanríkisráðherra, að þá beitti ég mig fyrir breytingum á lögum í Íslandsstofu og setja útflutnings- og markaðsráð sem var samráðsvettvangur á milli atvinnulífsins og hins opinbera. Og út á hvað gekk á það? Það var að vera með sömu kynningu á því hvað ætlum við að standa fyrir Íslendingar. Og hvað stóð þar upp úr? Það stóð upp úr sjálfbærni og þar erum við framalega, til dæmis í fiskveiðunum, af því að margir blóta fiskveiðistjórnarkerfinu að það hefur nú almennt og í mjög langan tíma verið viðurkennt að vera afskaplega sjálfbært og sama þegar kemur að orkun okkar. Þannig að því betur sem okkur gengur á þessu sviði að því aukna líkur á því að við getum nýtt það sem hrein og klár verðmæti. Og ástæðan fyrir því að menn eru núna meðal annars, því þetta er ekki bara vatni í lónunum, það er óslega mikil eftirspurn eftir íslenskri grænni orku og hún mun ekkert minnka, hún mun bara aukast nema eitthvað stórkostlegt breyti sem að við sjáum ekki fyrir. En mér finnst áhugavert þegar að Valdimar skammaði mig með mestu vinsemd og ég kann alltaf vel að meta það, að hann var einmitt að sýna það að hvað við sjáum ekki hlutina fyrir. Hann var að segja frá því að hann var að taka viðtal við forstjóra Alusins sem var náttúrulega langstærsta fyrirtæki á Íslandi á þeim tíma, alþjóðlegur auðhringur var nú oft kallaður, að hann var með spádóm árið 1966 sem hefur ekki ræst. Hefur ekki ræst. Hann fóst alveg nákvæmlega yfir það hvernig hann rættist ekki og ég ger engar athugasemdir við það og þannig er það. Ég ætla ekki að segja það nákvæmlega hvernig hlutinni verða hérna eftir 10-20 ári. Ég veit eiginlega ekki hvað ég gerir á morgun. Ég er sérstaklega ekki snemma á morgun, ég er svo syfjaði þá. En það er bara, þessi hlutir er í mikilli þróun og það er gríðarlega mikið nýsköpun og við verðum að taka þátt í því. Það er bara, við höfum notið góðs af þessu þróun hérna áður þegar engin annar var í því og það eru mikil tækifæri í þessu en við verðum að geta jafnvægist þegar við förum í þessu. Nú, Bjarni skammaði mig nú ekkert með mestu vinsend, hann bara skammaði mig fyrir allt það sem miður við farið síðustu 50 árin á Íslandi en það er ekkert í fyrsta skipti og það er allt í lagi. Og ég hef nú verið, þetta er 3. ráðuneyti mitt og ég hef nú yfirlega verið skammaður fyrir að sameina stofnanir. Þannig að fylgstu, leyfðu mér að vera hérna í smástund áður og skamma mig fyrir það. Við skulum bara sjá, við skulum sjá hvað gerist, en ég sé tækifæri í hagræðingu þar. Þetta snýst það af hlutina skilvirka og það eru allir, og hvort sem að það eru þýskir græningjar eða sem eru í stjórnvöldu núna eða aðrir, menn eru að reyna að finna skilvirkni í því að ná árangri í loftslagsmálum sem þýðir það meðal annars hvernig menn geta nýtt að því að mennum liggur á að búa til grænorku. Og hins vegar er rammalöggin og ég skal bara alveg viðurkenna, mér finnst þetta góð hugmynd í grunni. Mér finnst að, hugsa ef við förum að rífast hvern einasta virkjunarkost, alltaf, hvernig það er því. Og getur alltaf, því ég veit að þú ert mér fylgjandi að fara í þarna, að því bara um valkostin, að því ég veit út fylgjandi því að við virkjum meira. Þá getur alltaf allir komið upp og sagt ég er algjörlega á móti þessum og þú spyrir býtu hvað allt í staðinn, það er fullt af öðru. Í stað þess taka menn þetta svona að menn skoða þetta saman, þar sem menn máttu þess að afgreiða á 4 ára fresti, við afgreiðum þetta á 9 ára fresti. Það eru hins vegar 280 megawatt eftir í öðrum áfanga sem ekki hafa verið nýtt. Það er 1400 megawatt í nýtingaflokki í 3. áfanga sem núna fyrir þinginu. 4. áfangi er langt kominn og fer vonandi í auglýsingu sem fyrst. Það er nú einn hérna,
Það er einn kall þarna sem það er nú ekki til neitt sem heitir Rammastofnun, en það er einn þarna sem í nefndinni, þannig að þú getur skamma hann á eftir, ég hef búið að skamma mig alveg nóg. En þau eru búið að vinna og að ég tel bara skilvirkt og mjög gott starf, og 4. áfangi er ekki bara hann sé að vera tilbúin, heldur 5. áfangi líka komin á stað. Þannig ef að það fyrirkomun sem lagt mig uppi, ef það virkar, það sem er stoppað þingið, að þá held ég að það sé ágætistæki. Síðan má örugglega skerpa á skilvirkni í öllu þessu. En hins vegar þá er það áhugavert, og ég veit ekki alveg svörum við því, á hverju þau orkufyrirtæki sem að hafa haft leyfi til þess að fara í virkjana, á hverju ekki gert það. Því að ég er engin sérfræðingur á þessu sviðum, ég hef fundist algjörlega augljóst að það vil lengi fyrir að það er aukin eftirspurn eftir grænni orku á Íslandi. Og svo sannarlega er það núna. En það þarf að koma margt annað til. Síðan er bara önnur mál að það er alveg rétt að því að 9,8 megavöttina þá náttúrulega vegna reglugerða fyrirkomans að það eru margir örugglega sem vilja frekar fara þá leiðina til þess að ná því fram, og það er náttúrulega verið gert svolítið að því. En ég get nú ekki það er að mörg að taka. En veistu það, ég tek bara ekki afstöðu til einstaklega virkjunarkosta. Ég skal bara alveg segja hvað ég geri. Já, ég bara segi bara alveg hreint og klárt við þingið, heyrðu, þetta er verkefnið, við erum innan við loftslagsmarkmið og við þurfum að ná þeim. Það er bara þannig. Ég geta, ef þeir segja við mig, bara Guðli og Þór, þú ræður þessu. Ok, ég fer ég bara í það verkefni, sko. Ég á ekkert alveg vona að það detti inn, en ég er tilbúin ef það gerist. En síðan er þetta eins og Viðar nefndi að, og ég var að reyna að svara á það, varðandi áhyggjurnar af því að öll fyrirtæki fari til Kína út af hérna. Sko, getur bara orðað hreint, betur borgandi heimur, hann er að borga fyrir þetta líka þegar kemur að vörunum. Það er bara þróunin. Þannig að þetta og við munum aldrei, Íslendingar, aldrei keppa í magni í því að þeim vörum og þjónustum seljum. Ef við ætlum að góða lífskjör, verðum við að keppa í gæðum. Við erum aldrei að fara að keppa við Kína eða Indland þegar kemur að magni að matvöru eða hvað það nú er, eða einhverju framleiðslu. Ef við ætlum að halda upp hálífskjörum, þá verðum við að halda upp gæðum. Þar með talið þegar kemur umhverfis- og loftslagsmálum. Og það er til dæmis ástæðan fyrir því, og aftur, ég veit ekki á hverju Valdimar, þú lætur alltaf að tala um fisk, en ef við skoðum bara til dæmis þróun á Íslandi, hér áður fyrir og í minni æsku, þá man ég eftir því þegar að það kom fréttir af því að við náum ekki samningum við versluna eða þarna veitingahúsakeðjuna Long John Silver. Hafið komið þangað? Ég myndi ekki bjóða versta óvinum minn í mat á Long John Silver. Það var Long John Silver og svo voru amerísk fangelsi og ameríski skólar sem að keyptu fiskinn okkar á engu verði. En við fórum í það að auka gæðin og þar af leiðandi verðmætin og að því það er það sem að næst getur komið varðandi magn er fiskur, en sem betur fórum í gæðin og þar með jökust og vötnuðu lífskjör okkar á Íslandi. Og það er þangað sem við stefnum, en hins vegar liggur alveg fyrir ef maður ætla að ára svona oftasmál, þá gerist ekkert nema Kína og Indland og þessi stóru risar sem eru náttúrulega gríðarlega stóri efnahagslega núna að vera miklu stærri. Ef að þeir taka ekki þátt í þessu, þá er ekkert að fara að gera, sko. Og það er alveg þannig, menn geta alveg sagt Ísland er svo lítið að skiptir ekki máli, bara við þurfum ekki að taka þátt í þessu. Ok, segjum það. Hvað erum við að segja þá líka? Við erum að segja við unga fólki okkar að það fái ekki að taka þátt í framförum í efnahagsmálum eins og í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Það er það sem við erum að segja. Ef við bara á morgun myndum semja, við ætlum bara að fá hérna undan þá, við bara tökum og verðum bara með jarðefnaeldsneyti í öllu hérna. Og við bara getum sagt, við erum rókslega að fá, þetta bara dropi í hafið. Það er alveg rétt. En þú ert ekkert að keppa við þau tækifæri sem að ungt fólk og komandi kynslóð og við svo sem öll höfum vegna þeirri framþróun sem er.
Íslenski lífeyrissjóðir setja eitthvað 600 milljarða núna í græna efnahagsþróun eða græn iðnað eða græn verkefni. Það er dropi í hafið. Það er pínulítil upphæð. Og í fyrsta skipti núna, að ég er nú búin að vera í þessu í einhver tíma í stjórnmálum og við höfum alltaf verið að fá erlenda fjárfestingu. Það er í fyrsta skipti núna sem menn eru sko virkilega bankandi og vilja taka þátt, læra að vera og vera með okkur og annars líkt. Og ef menn ætla að segja nei við þeim tækifærum, það var áhugavert að vita hvað menn vilja fá í staðinn. En svo hins vegar finnst mér bara aðdánuvert að þú unun efnafræði. Það er eitt af leiðilegasta fag sem ég nokkuð tíma farið í og þó er að mörg að taka og ég dáist á öllum sem nenna að læra það sem mér finnst leiðilegt. En ég veit ekki hvort að ég tæmt þetta, það er farið svolítið út víðan völl en ef ekki þá er ég bara tilbúin til þess að koma aftur og fara yfir þessi mál. Takk. Aflátsbréfin er nokkuð sem ég ætla að skoða sérstaklega. Það er ekki mín ákvörðun en ég hef ekki ennþá fengið góð rök fyrir. Ég veit hver rökin eru fyrir því en mér finnst þau ekki góð. Jæja, við þökkum Gulli fyrir svörin. Þá er eiginlega komið að því að Jónas, vilt þú ekki koma hérna upp líka eða það skildi nú einhverjum þetta í huga að spyrja þig. Við skulum hafa þetta þannig að menn rétt upp hönd. Fyrirgjöðu? Já, fyrirgjöðu, Elías, þú varst beðinn að svara þessum aflátsbréfinu. Já. Þú kemur sem fulltrúi kaþólsku kirkjunnar og fulltrúi rannsóknarréttarins. Gjörðu svo vel. Já, þetta með aflátsbréfin eru ekkert annað en aukalegur tekjumöguleiki fyrir virkjanirnar hérna, vatnsorkuverin og jarðvarmaverin. Það koma sko kerfinu bara ekkert við. Þetta er bara auka tekjulind. Annað ekki í sjálfu sér. Valdimar spurði, nei, við nú veitum. Já, Viðar spurði hvort að raforkukerfið gæti tekið bílahlessundar. Já, raforkukerfið getur það, að vísu við verðum að kannski virkja fyrir þetta. Og hugsanlega hafa næstu virkjanir svona svolítið meiri, fleiri megavött í þeim. Þegar við verðum búin að koma að lagi á flutningskerfið þá getur það tekið það. En það eru dreifiveiturnar, það er eiga erfitt og snjallmælar eru meðal annars hugsaði til þess að auðvelda dreifiveitunum að sjóða með þennan markað. Svo langar mig til að hnýta í það þegar menn tala megavött í sambandi við íslenska kerfið. Þegar við erum að tala Evrópukerfið þá tölum við megavött. Hvað er mikið af aflvélum sett í kerfið. Hér er það nánast aukaatriði. Hér er það spurningi hvað er mikið vatn og mikil jarðgufa sem hægt er að ná í til að framleiða úr á hverju einasta ári. Það er með öðrum orðum gigavattstundir. Ein vindmylla, 15 megavatta vindmylla sem að Gulli myndist á, hún myndi framleiða kannski 60 gigavattstundir á ári. Ein jarðgufustöð sem væri 15 megavatt, hún gæti framleitt við 120. 120 gigavattstundir á ári. Já, 200 meira. Sko, þetta er ekki sambærilegir hlutir. Við eigum ekki að tala um megavatt í sambandi við eigum ekki að segja megavattið í vindmyllum kostar þetta og megavattið í jarðvarma og megavattið í vatni kostar þetta. Það eru gigavattstundirnar sem skipta okkur máli. Orkan, ekki aflið. Kjarnorkan, já, þetta er alveg rétt.
að á 7. áratugnum þá voru menn að tala um það að kjarnorkan er svo ódýr að við erum að flýta okkur að virkja vatnsaflið. Ég heyrði orkumálastjóra að segja þetta einhvern tímann. En að kjarnorkan að það sé hætta að þessu núna, nei. Það er komið í ljós að kjarnorkan var einfallega miklu dýrari heldur en menn áttu von á. Í dag kostar, ný kjarnorkuver í Bretlandi, þau þurfa að fá eitthvað yfir 100 pund á megavattstund. Og með nýjustu tækni og nýjustu og því sem ég kalla commercialization, það að segja að þú setur framleiðsluna eins mikið og hægt inn í vestfjörður og flytur partana á stað, þá sýnist mér að það sé hægt að lækka þetta kannski 30%. Við erum komin svona nokkurn veginn að móts við smávirkjanir hér. Fyrir utan það hvað það er svo miklu dýrar að reka kjarnorkuver, miklu meiri mannskapur og miklu meiri öryggisráðstafanir og annað slíkt. Takk. Jónas, áttir þú einhverju ósvarað? Ekki veginn menn. Var ég að missa við? Ég er ákveð til að spyrja mig. Já. Nú ert þú að stúta þetta svolítið fram og tilbaka. Er einhver glóra í vindmyllum? Ég meina kostnaður, mengun, umhverfisnýti, er einhver minnsta glóra í vindmyllugörðum nema einhverstað út á hafinu sem ekki sér það. Já, þú mátt sko, það er eiginlega komið að því að við tökum bara spurningar úr sal sko. Þannig að Valdimar skengti sér þarna orðið bara og allt í lagi með það og bara fínt og Já, Jón Magnússon hefur beðið um orðið líka og það er kannski bara best að þú komir þá núna. Já, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundamenn. Ég vil þakka fyrir þessi ágætu erindi sem að hér hafa verið flutt og þakka nú orkumálaráðherra sérstaklega fyrir að koma hingað í kvöld og fræða okkur um það hvað svona til stendur. Svona vísu upplýsir hann okkur um það sem við gátum náttúrulega vitað að hann er náttúrulega ekki búinn að koma alveg niður á alla hluti og velta hverju blaði sem þarf að velta við áður en að endanlegar ákvarðanir eru teknar. En hvort sem okkur líka betur eða verr að þá búum við það sérkennilega ástand allt í einu í þessu landi sem heitir orkuskortur. Og við höfum hingað til talið að við hefðum alveg gríðarlega mikla umframorku. Jafnvel svo mikla umframorku að Landsvirkjun hefur verið að skemmta sér við það í áratugi að reikna út gróðana því að selja rafmagn í gegnum sæstreng til Evrópu. Jafnvel þó að þó virkjaðir þið töluvert þá myndum við ekki geta einu sinni selt rafmagn sem myndi nægja til þess að ég veit að rafmagn á eitt stórt hverfi í Hamborg, hvað þá meira. En það er annað mál. Landsvirkjun hefur verið að dunda sér við þetta og það er í sjálfu sér allt í lagi. En nú bara blasir við að við þurfum að takmarka notkun til ákveðna stórnotenda og við blasir að þegar það er skortur þá verður verðhækkun. Og það er það sem við höfum kannski ekki búist við að við myndum þurfa að hafa áhyggjur af. Allavega hafði ég ekki áhyggjur af því þegar ég keypti rafbílinn minn fyrir margt löngu síðan. Og ánaði með það ekki vegna sem ég væri að hugsa að gera veröldina grænni og betri heldur til þess að losna við það að vera alltaf að fara með bíl í smurningu og kaupa olíu af þessum furstum frá Sádi-Arabíu. En það er svona mál. Það sem er brýnast að taka á það er það að við fáum hér fullnægjandi orku og neytendur geti fengið orku á ódýru verði. Og ég ætla bara að segja það því að ýmsir hafi verið að svona ræðumenn að tala um og hvetja og brýna ráðherra
að Guðlaugur Þór Þórðarson, hann stóð sig mjög vel sem heilbrigðisráðherra. Kom inn í það ráðuneyti og ég tel upp á að hann hafi ekki vitað neitt um heilbrigðismál þegar hann kom inn í ráðuneytið. Já, núna tókst á undra skömmum tíma og við sátum nú saman á þingi þá þegar að Guðlaugur var heilbrigðisráðherra. Ég satt að segja dáðist að því hvað hann tókst vel til í þeim málaflokki og líka í sambandi við utanríkismál og ég vonast til þess að Guðlaugur Þór standi sig jafn vel í þessum málaflokki sem hann núna tekin við og trúi ekki á einhverjar grýlusögur og kettlingabækur það að það allt sé að farast í veröldinni út af hamfarahlýnun. Og það nú þannig að stjórnmálamenn í Evrópu hafa töluvert skeið dundað sér við það að segja eitthvað sem þeir vita er rangt. Meira að segja þing sumra þjóða hafa ályktað hluti sem allir sjá eru rangir. Þannig hefur verið ályktað það að það sé hamfarahlýnun í gangi á ýmsum þjóðþingum Evrópu. Boris Johnson segir við erum á síðustu mínútunni því að það er alltaf farast. Í gær hlustaði ég á fréttir á tilvíðinni BBC og þar var sagt frá því að það væri svo kaldir norðanstormar sem að geisuðum Skotland höfðu gert í vetur að þetta væri nú svona kaldara heldur en búist hefði verið við og hefði verið í langan tíma og svo að nýtt aftur í fréttina. En þetta er það sem er að ræða hér eru loftslagsbreytingar. Á sama tíma var fréttastofa í Somerset og Midsomer sem að hefði fyrir það og ég hlusta stundum á það því ég gekk þar fyrir 1-3 árum. Mjög hugguleg héruð í Bretlandi og Midsomer er nú frægt fyrir það að þar eru farin framinn fleiri morð per íbúa heldur en nokkru annar staðar á byggðu bóli en ég slapp allavega gangandi vegfarandi í gegnum það hérað. En þar var hvað við annan tón og þar sagði það er eins og sumar sé í lofti. Það er á öðrum staði í Bretlandi og hverju var að greina þetta er skýr merki þær loftslagsbreytingar sem leiða af sér hamfarahlýnun. Þannig að þetta er svona það sem að engilsaxar kalla no-win case. Það er alveg sama hvort að kólnar eða hlýnar, það er alltaf vandamál. Og mér hefur stundum dottið í hug að við mættum í auknum mæli á Vesturlöndum tileinka okkur ákveðna hluti í svona kynverskri nálgun á vandamálum. Það er að segja, það borgar sig ekki að hlaupa að niðurstöðu vegna skammvinnra hluta sem er að gerast. Og það var nú einu sinni þannig að einn helsti foringi kínverska kommunistaflokksins, Zhou Enlai, sem var nú sennilega gáfaðastur þeirra og gat stundum haldið Mao niður á jörðinni nema þegar að Mao fór að fara í menningabyltingu og annað. En Zhou Enlai var einu sinni spurður þessara spurningar. Hvaða áhrif hafði franska stjórnarbyltingin á þróun stjórnmála og þróun almennt í veröldinni? Þá voru tæp 300 ár síðan að franska stjórnarbyltingin var og Zhou Enlai sagði það er á skammt síðan að það sé hægt að meta með fullnægjandi hætti hvaða áhrif hún hafði. Og mér er oft dottið í hug að við mættum jafnvel í auknum mæli tileinka okkur það að vera ekki svona hlaupandi á eftir einhverjum hlutum þó eitthvað gerist öðruvísi á einhverju tímabili þegar við getum vitnað til þess í jarðsögunni að hlutirnir hafa bara verið svoleiðis áður. Og þannig myndist Guðlaugur Þór á aurskriður og Seyðisfirði eins og það hefði aldrei gerst áður á Íslandssögunni. En það er bara rangt. Það hafi verið áður. Og á sínu tíma sagði Al Gore árið 2008 að norðurpóllinn yrði íslaus, hann sagði spáði því að norðurpóllinn yrði íslaus 2008. Nú síðan talað að fellibylur séu aukast og séu verið harðnandi, sá versti sem hefur komið fellibylurinn Katarína. Og það er svolítið langt síðan það var. Og þannig er þetta benda á ýmislegt og varðandi loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og ýmislegt í því sambandi, þá er fyrst og fremst verið að tala það
að koma peningum frá innan gæsalappa hinnum ríku Vesturlöndum til einhverja annara ríkja. Og við erum sko út og suður að reyna að koma okkur hjá því að búa við bestu lífskjör í veröldinni og koma okkur niður á eitthvað annað plan. Og það sem að er að ræða varðandi þetta allt saman sem varðar orkuna. Nú skulum við horfa til Evrópu og hvað að gerast þar? Vegna þess hvernig stjórnmálamenn í Evrópu hafa hagað sér. Og reyndar í Bandaríkjunum að hluta líka ekki eins hrikalega vitlaust. Vegna þess hvernig stjórnmálamennir í Evrópu hafa hagað sér raforka núna, raforkuverð í hæstu hæðum. Meira að segja Evrópa svo illa komið að Rússland hefur Evrópu og sérstaklega Þýskaland í heljargreipum sínum. Og út af hverju þetta? Það vegna þess að stjórnmálamennir í Evrópu fóru að haga afstöðu sinni í orkumálum og öðru með þeim hætti að það væri hamfarahlýnun og það mætti ekki gera þetta og mætti ekki gera hitt. Afleiðingin sú að það eru dýrari vörur til neytenda, það orkuskortur, orkuverð hækkar. Og það nú einu sinni það með loftslagsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og með þessa ný vinstri hyggju sem hefur komið á ýmsum sviðum. Að allt kemur þetta þannig að þetta á allt að gerast á forsendum ríkisins. Og ég held að það sé gott fyrir okkur sjálfstæðisfólk að átta okkur á því að þetta miðað við það að þetta gerist allt á forsendum ríkisins. Af hverju á að fara að skattleggja fólk, taka því frelsi af því að hugsanlega sé að hlýna á Íslandi? Af hverju má ekki hlýna á Íslandi? Nei, ég bara spyr. Nú en sko þó það hlýnaði 1 til 2 gráður að meðaltali, væri þá einhver vá fyrir dyrum? Hvað myndi gerast? Það myndi bara vera betra að búa hérna. Og við skulum hugsa okkur það, hvað hinn besta hitastig sem maðurinn getur búið við? Í loftslagsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, þetta dálítið á reiki, erum við að búa við besta mögulega hitastigið á jörðinni núna? Eða, nei, það var eitthvað sem var miðað við sem gerðist einhvern tíma 1990 og einhverju tímabil 1980 og 2001 eða eitthvað svoleiðis. En það þannig? Skiptir þetta máli? Og ég veit það ekki, en sko stjórnmálamenn ættu frekar að reyna að slá á loftslagskirkjuna vegna þess að ungt fólk sko, miklu hræddara við þessar draugasögur heldur en þeir voru við Grýlu nokkru sinnum hér á árum áður. Og þó Grýlusögurnar sennilega miklu trúverðugri heldur en þetta bull. Nú, græna orkan, orkuskiptin, allt gerist þetta á einhverjum opinberum forsendum. Af hverju tökum við ekki sem erum markaðshyggjufólk, af hverju beinum við þess ekki inn í einkageirann að leysa þessi vandamál í staðinn fyrir það að miða við aukna skattheimtu, bönn og takmarkanir. Og það það sem að ég held að þessi flokkur þurfi einmitt að beina sjónum sínum að. Það það að hver á að vera sinnar gæfusmiður og við eigum að gera hlutina með því að gefa einstaklingunum frelsi til að framkvæma það en ekki miða við það að þetta sé allt á forsendum ríkishyggjunnar og stórkapitalsins. Fyrirgefið. Þakku fyrir. Hæstvirtur orkumálaráðherra hefur beðið orðið. Já, við veitum hún það. Já, það en ef ekki taka kannski bara aðra spurningar ef eru fleiri, ef ætlum vera hérna fram eftir. Já, þau ætlum að taka það bara úr sal, sko. Ef að menn vildu, þú mátt svara þessu Gulli bara. Ég bara kannski ekki allt í einu, ég var bara, mér fannst þetta svo spennandi þar sem að Jón Magnússon sko ber nú svolítið ábyrgð á mér sko og verður að lifa með því að þakka hlýorð í minn garð en við kynntumst nú þannig að ég dáðist nú að skrifa hans og framgöngu í pólitík og fékk að Norður og Akureyri til að kenna okkur ræðumennsku og ýmislegt annað
Óli var nú ekki mættur í flokkinn þá, hann var bara í fótbolta og körfubolta. En við vorum þarna nokkrir og síðan hefur verið gott samband okkar á milli og ég þakka það sem hann sagði mig. En hann hafði nú svolítið með það að gera og segir svo að það hafi ekki áhrif, grasrótin í Sjálfstæðisflokknum. Hann hefur nú alltaf haldið með efnið og vonandi gerir það alltaf. Og þegar hann vissi að við vorum að fara í mannréttaráð að þá tók hann fína ræðu það hvað við erum að gera þarna þar sem að var í forystu Sádi-Arabar sem var með helstu mannréttindabrjótar í heiminum. Og ég hugsaði, þetta alveg hárrétt hjá honum og ég ætla að gera eitthvað í þessu. Og Ísland eina ríki sem að hefur beitt sig gegn Sádi-Arabíu á þessum vettvangi og sem betur við fylgdu allar þær þjóðir sem við berum okkur saman við og eftir. Og það bara nokkuð sem við getum verið mjög stolt af og hugmyndi kviknaði hérna þegar Jón Magnússon var að fara yfir þessi mál með mér og þetta sönn saga. En aðeins bara út af þessu samt sem áður að ég mér finnst að við getum farið yfir það seinna, mér finnst það svolítið áhugaverð stúdía varðandi það hvernig umræðan sæstreng fór á stað og var komin hans í langt. Og líka vegna þess að það er þessi innan fyrirtækis á þess að það væri tekin einn lýðræðisleg umræðum hana. Og ég held að menn séu ekki mjög mikið að flagga þeim úttektum núna. En það liggur alveg fyrir og ég skil ekki á hverju við ættum að setja það sem ógn. Og talandi gert á opinberum forsendum að fara í orkuskiptin. Nú fyrsta lagi, þau orkuskipti sem ég er mjög stoltur af. Ég er mjög stoltur af þeim orkuskiptum sem við fórum í við Íslendingar. Og ég er mjög stoltur af framgöngum míns flokks í því. En auðvitað var það á opinberum forsendum. Við ákvaðum að gera þetta. Við svo kom Churchill til Íslands og skrifaði í söguna sína. Hann hafði sagt okkur að gera þetta veri svo frábær hugmynd. En við vorum löngu byrjuð á því þá og það voru bara Íslendingar sem gengi það. Og það að nýta einkageirann, já, út af það gengur máli, ríkið mun aldrei leysa þetta, ekki nokkur einasti möguleiki. Og hvatarnir og ívilnanir sem víða, og það ef við förum aðeins núna, við erum hérna til dæmis ekki bara hér urðu fyrirtæki eins og Össur og Marel og önnur slík fyrirtæki, og við erum að keppa þau núna. Því að það eru lönd annars staðar sem bara banka upp á því og segja viljið koma til okkar. Og við keppum í alls konar bæði í umhverfinu. Við þurfum að hátt menntunarstig, gott umhverfi, við höfum rétt skattumhverfi. Meðal annars ívilnumhverfi þegar kemur rannsókn og þróun. Og ég held að við sjálfstæðismenn séu stoltir af framgöngu okkar þar að hafa verið með sambarlegt skattkerfi hvað þetta var sem gerir það að verkum að þau eru hérna. Ég var bara í Össur hérna fyrir 2 dögum. Og þau voru að segja okkur frá því þegar Kanadamenn komum bara og þeir bara banku upp á og segja, heyrðu, vilja ekki koma til okkar. Og þeir bara geta sýnt fram á það sínum eigendum sem að meirihluta stærstu danskur fjárfestingarsjóður að það bara jafn gott fyrir þá að vera hér. Og ég veit ekki, ég sé ekkert nema tækifæri í því fyrir okkur að vera að byggja á því sem við höfum. Einkageiri mun gera það. Hér að minnst á það, ég myndist á og við tekið upp að ég var hér hjá 2 einkafyrirtækjum sem enginn að pína til þess að gera hlutina, að finna lausnin í þessu vegna þessu hagnast á því út af þessu umhverfi sem En síðan það sömuleiðis þetta þannig að við erum að beina meðal annars ívilnum getur sett skattafsláttum í rannsóknir og þróun og það náttúrulega mjög skynsamlegt að það sé gert á þessu sviði. Það einkageiri sem leysa þetta. Ríkið mun aldrei gera það. Aldrei. Og þegar það kemur að virkjunum sem margir og kannski öll erum bara mjög stolt af núna og kannski hefur alltaf verið að þá var það svo sannarlega ekki þó að það væri ríkisfyrirtæki að þá komu nú svo sannarlega einkafyrirtæki að því líka. Aurskriður hafa verið áður að segja þessi, já, alveg rétt, en ef það að hitna og ég hef ekki neitt træta fyrir því, þú veist, trúið mér, ég ekki sérfræðingur sig, ég sé bara gröfin og ég held ekki træti fyrir að hitna og þá þýðir það eykur líkur aurskriður. Hvað kemur það mér við sem umhverfis orku og loftslagsmál? Ég þarf að ágjöra því. Það bara, ég með ofanflóðasjóð. Og vandinn til dæmis að Seyðisfirði sá að þú ert komið með hús þar á svæðum sem að þykja að vera hættuleg, sem gerir það verkum að atvinnustarfsemin að flytjast þar. Þetta bara praktískt vandamál.
En hefur verið auðskrifaður í Seyðisfirði? Já, hefur verið auðskrifað út um allt, en ef að það er rétt sem ég veit ekki neitt annan bendi til að það sé hérna, þá eykur það líkunum á því og við þurfum að lifa með því. Síðan varðandi Evrópu, þá get ég tekið langa ræðu það og Guð einn veit á hverju Þýskaland hefur farið þessa leið og farið að semja við Rússa Nord Stream 2. Guð einn veit á hverju það er gert. Ég hef tekið upp á mörgum fundum með þeim kollegum mínum, eða fyrrverandi kollegum mínum og gagnrýnt það harðlega því að það er ekki nokkur einasta viti því að það var þeirra ákvörðun, hvort að því að þeir leysa enga loftslagsvanda með því að fara úr kjarnorkunni sinni yfir í gasleysi til Rússa og til að pumpa upp efnahagslíf Rússa. Það er eitthvað loftslagsákvörðun. Ég hef aldrei fengið, ég hef oft spurt á hverju í óskoðunum menn gera þetta og ég get farið alveg í fleiri galla, ég fara fram hjá Úkraínu þannig að með nýju leiðsluna þannig að þeir fá enga tekjur að því og Guð einn veit á hverju menn gerðu það, menn gerðu eitthvað af loftslagsástæðum. En ég er alveg sammála því líka þá ekki nálgast neina hluti með kvíða. Í þessu voru við ræðið saman einhverja minni kynslóð og ég var svo áhyggjulaus en mér skilst að mjög mikið af fólki á minni kynslóð er mikla áhyggjur af kjarnorkustríði þegar í hátindi kaldastríðsins. Ég veit ekki hvort að Óli Adda sem var með mér í menntaskóla áhyggjufullur, það er mjög ólíklegt því að hann var aldrei áhyggjufullur yfir neinu. En það var nokkuð áberandi þá, en við erum auðvitað ekki að ná árangri nema það að við nálgumst verkefni full af bjartsýni. Og ég bara segi þetta, höfum við haft eitthvað sérstaklega slæma reynsla því Íslendingar að fara í orkuskipti? Er einhver sem segir þetta, við áttum nú bara að sleppa í hitaveituvæðingunni? Er einhver sem segir að við áttum bara að nota olíu eða gas í staði fyrir að fara hérna að gera þessar virkjanir? Er einhver þar? Það var enginn sem sagði það nokkuð tíma. Það segja margir núna þessi della halda áfram. Já, það var sagt á þeim tíma þetta væri tóm della. Víst, ég var að sýna þér hérna bara. Á hverju heldur þetta verið? Allir verið þarna sammála þessu? Heldur það? Bara þegar menn eru hérna í bullandi kosningabaráttu að setja eitthvað sem allir eru sammála Það þurfti að berjast fyrir þessu eins og öllu öðru. Og það er alveg ljóst að það voru hugrakki stjórnmálamenn í Sjálfstæðisflokknum sem gengust fyrir þessum orkuskiptum á þeim tíma. Og það sér enginn eftir því. Og það kannast enginn eftir við það að hafa verið á móti því. En það er nú með svo margt að það sem við Sjálfstæðismennum staðið fyrir og barist fyrir að nú kannast enginn við að hafa verið ósammála okkur þau mál. Heyrði, en er ég að loka þessu eða hvernig? Nei, þetta er fundur rétt að byrja, það er bara mjög gott sko. Það koma fyrirspurnir úr sal sem verður bara svarað úr sætunum. Þetta er alveg hárrétt hjá Gulla. Þetta var Pétur Halldórsson, borgarstjóri Sjálfstæðisflokksins, sem að hóf þessa vegferð með hitaveitunni í Reykjavík í Maríu. Er það ekki? Jón, Pétur Halldórsson var nú borgarstjóri reyndar. Hvað með það? Þú áttir ósvaraðri einni spurningu. Ég ætla að biðja þig, Jónas, að svara henni. Síðan eru 2 fyrirspurnir úr sal. Þú númer 1 og svo, já. Og 3. kemur hér. Gjörðu svo vel, Jónas. Þú ræður því. Viltu ekki bara svara úr sætinu? Ég er að gera það. Ég var nú að tala hátt og ég skal reyna að vera fljótur. Nú, með vindmyllunar, það byggir engin vindmyllur sem á kost á almennilegu vatnsafli. Sem á kost á almennilegu vatnsafli. Það er bara þannig. Og það er meira að segja kallarnir sem komu hingað frá Harsa í gamla daga til þess að byggja virkjanir hérna, þeir sögðu bara einfaldlega nothing can compete hydro. Það er ekkert sem getur keppt í vatnsafli. Og það er bara þannig. Vindmyllur og þessir vindmyllugarðar, það er búið að gera þetta útlægt alla Evrópu. Og vindmyllur í dag, þær eru byggðar út í sjó og meira sér á stöðum sem þarf að setja
svo svakalega steinstökkla undir þetta með svo miklu sementi í að loftslagsáhrifin af vindmyllunni, hagstæð loftslagsáhrif af vindmyllunni, þau eru búin að þú byrjar að framleiða. Og sko vindmyllu snakk hér á Íslandi, þetta er svona einstaka svona fjármálamenn sem vilja koma þessu á legg út af því sem að Guðlaugur sagði, að það er ekki nema 5% af rafmagninu sem fer til heimilsnota, þetta er tiltölulega lítið, en það eru heimilin borga miklu stærri hluta af framleiðslukostnaði. Og það er þessum markaði sem vindmylluframleiðendurnir á undir sig í krafti þess að það er bannað að virkja vatnsafl. Og hvað ætla þær að gera? Jú, þau eru að ná til sín þessum almenna markaði. Það kostar það að Landsvirkjun, hún selur minna en þennan markað, hún þarf að hækka verðið hjá sér og þá ætla þeir að elta. Sjóðu þetta fyrir ykkur? Þjóðin á að borga. Þjóðin á að borga. Og sko, þetta náttúrulega, sko, við erum að tala um loftslagið í samfélagi, þetta er ekkert nokkuð skapaðan hræðandi hlut með loftslagið að gera. Loftslagið er bara eins og það er. Það er annarkvort að hlýna eða það er að kólna og sko að hitastigið standi í stað, það er ekki boðið. Það eru á sko loftslagssagan til 800.000 ára eftir tíma. Á þeim tíma eru búin að vera 10, já við getum kannski talið 12 ísaldir. Og hvað gerist þá? Þá gerist það að öll Evrópa fer undir ís sögur að Alpafjöllum. Hættan er ekki svo að það hlýni 1,5 eða 2 gráður. Hættan er að það kólni. Og 1 eða 2 gráður upp og niður í loftslagssögunni, það er nákvæmlega ekki nýtt. Og það er engin ástæði til að vera hræddur það. Það er að vera hræddur ísaldirnar, það er að vera hræddur þar loftslagsbreytingar sem hafa gerast í Miðjarðarhafinu. Þegar að regnbeltið færist í suður í Sahara, það myndast stórt stöðuvatn í Sahara og hvað er það búið að gerast oft? Það er búið að gerast 230 sinnum í loftslagssögunni. Það er þetta sem þarf að vera hræddur við, svona breytingar. Það er ekkert svoleiðis á leiðinni, það er ekkert að sjá fram að neitt slíkt, sko. Það er eina sem menn sjá á, það eru þessar hægu hitastigbreytingar í hitastigi jarðar, meðal hitastigi jarðar og það sem að gæti jafnvel verið að svona hlýnun jarðar sem að maðurinn hefur skapað, að hún sé að fresta næstu ísöld því að það er komið tíma á hana. Svo leysum menn viti ekki með það í dag, hvort að þessi hlýnun, manngerða hlýnun jarðar, þetta er góðs eða ills. Samt stjórnar þetta okkar efnarslífi. Sko þetta er nota til að ræða skólabörn og svona og þetta stjórnar einn sjálf sér ekkert efnarslífinu. Hins vegar náttúrulega, sko, það er annað mál að það á að geta vera með sko einhverja svakalega, rosalega ekstra losun og hvort ég að segja umfram það sem að fara. Það á helst ekkert að vera að framleiða sko rafmagn með olíu eða gasi eða kólum. Það á, sko, því að það kemur bara beint upp í jörðum, það bætist bara í þarna upp í. En það sem að sko verður að gera í dag, það er verið að reyna að koma því á aftur að það megi framleiða raforku með kjarnorku. Og það sem að stendur til núna út í heimi, það er það að taka þessi mótmælum sem komið veg fyrir það að heimurinn setti sína raforkuframleiðslu yfir kjarnorku eins og Bandaríkjaþing var búið að samþykkja 1980. Að núna stendur bara til í Frakklandi að bara stinga upp í Keflu upp í þessa mótmælendur, byggja 5 stór kjarnorkuver, 10.000 megawatt og það er það sem þeir verið að gera, en Þjóðverjar þora ekki að gera þetta. Þetta er staðan. Já, ég skal reyna að bara ljúka þessu strax og það er það að við hérna heima sko, við þurfum bara að reyna að virkja okkar hreinu orku í þágu heimsins eins og hægt er. Og við þurfum að fá einhverja viðurkenningu fyrir þetta. Þegar ef við værum núna með stórt álver
sem að framleiddi ál með kolum og við hættum því og settum það á raforku. Það myndi minnka okkar útblástur alveg stórlega. En þegar þetta orkuver með þetta álver flytur frá Bandaríkjunum og til Íslands, hættir að framleiða með kolum í Bandaríkjunum, byrjar að framleiða með hreinni orku í Íslandi, við fáum ekkert fyrir það. Það minnkar ekkert nokkuð einasta útblástur, það telur hvergi í losunarbókhaldi heimsins, hvergi nokkuð staðar. Ef við teljum þetta hjá okkur, ef við teljum það losun sem við spörum hér með þessari raforkuvinnslu okkar, teljum það losun sem við spörum fyrir heiminn, þá Ísland losunarlega séð í stóru mínus. Í stóru mínus. Við erum ekki að losa nokkuð skapaðan hrændar, við erum að bjarga losun frá heiminn. Og við eigum að halda því áfram. Og þetta á að vera okkar framlag til þessara mengunarmála í heiminum. Takk fyrir. Já, góða kvöldi. Já, Benedikt Einarsson heiti ég. Takk fyrir fundarstjóri og fundarmenn fyrir góða framsögu. Mér langar að kannski að beina spurningum minni að Gulla út af, mér langar að heyra meira ramman. Hvernig ætlið þið að koma þessum virkjanakostum hraðar í gegn eða hvernig ætlið þið að ná skilvirkari frammyndu þessara virkjanakosta? Af því að það var komið inn á með einkaframtakið, aðalega kannski í tengslum við svona grænar lausnir, en málið það að síðasta virkjun sem var byggð og gangsett, hún var byggð á einkaaðilum inn í Fnjóskadal, hún er 5,5 megawatt í uppsett. Önnur virkjun sem er í byggingu núna og verður næst inn á netið er 6 megawatt uppsett og hún er inn í Vopnafirði og hún er líka byggð á einkaaðilum og ástæðan fyrir því að þessar virkjanir eru að rísa er svo að þær eru einmitt ekki háðar því að fara inn á ramma. Þess vegna langar mig að heyra hvernig stendur til að koma meiri hreyfingu á málinu. Og hitt snýrað að flutningsnetinu, línulagnir hafa verið kærðar af svokölluðum umhverfisverndarsinnum sem að stoppa línulagnir og leiða þar á leiðandi til óskilvirkni í kerfinu, orka föst og kemst ekki milli landshluta. Hvað stendur til þar? Hvernig ætla menn að reyna að koma hreyfingu á málinu þar? Takk fyrir. Ok, við skulum bara fá næstu spurningu. Ég vil svo fara að loka mælendaskrá. Já, Bjarni Hjarðar heiti ég. Ég er þetta verkfræðingur, fyrst afsökun á því, en Jónas er nú félagi okkar í. En hún nefndi ofanflóðasjóð, náttúrulega tiltekið náttúruhamfaratryggingu Íslands, að það væri til að taka eitthvað til þar. Ég tók náttúrulega eftir því svona undirbúningu mínu fyrir þennan fund að þar eru iðgjöld meðal annars frá atvinnulífinu svona tæpar 3,5 milljarðar á ári og rekstrakostnaður tæpar 700 milljarðar. Nú, ef við berum þetta saman við önnur svona aðra sjóðastarfsemi, til dæmis lífeyrissjóðina, þá þykir nú mikið og umtalsvert ef að rekstrakostnaður tæp 2%. En hvað í gangi þarna? Ætlar að leggja þetta niður eða hvað ætlar að gera í þessu? Já, það er ein fyrirspurn hér og svo svo ert þú. Já. Já, ég heiti Stefán Einarsson og er doktor við áhættuverkfræði svona samkvæmt skilgreiningu Björns Karlssonar. Ég lærði fyrst efnaverkfræði í Þýskalandi og tók síðan doktor í áhættugreiningu við MTNU í Noregi. Og ég hef sálfræðilegan áhuga á því að hverju Guðlaugur Þór vill ekki læra efnafræði. Því að mér finnst nú bara töluvert mikið af efnafræði í þessum orkumálum yfirleitt. Jónas hugsanlega sammála mér. Ég vil eiginlega þakka Jónasi sérstaklega fyrir þetta með hvernig hann
tók á þessu dilemma með kólnun og hlýnun, því að sumir eru áleiknir ruglaðir og geðveikir ef þeir nota ekki, aðhyllast ekki hlýnun. Og þetta þarf að vera dálítið á hreinu. Mér fannst Jónas gera þessu góð skil núna á síðustu mínútum. En getur þú svarað þessu Guðlaugur með efnafræðina? Svo er ásætlir þá held ég við segjum mælendaskrána í lokið eftir þig. Ég bara örfnarstuð til varnar að koldíoxíði. Ég heyrði því nefnilega á þessum fundi að koldíoxíð, að tala um koldíoxíð eins og mengun. Koldíoxíð undirstaða eins og jörðinni, algjörlega. Jörðin var fullt af koldíoxíð eina tíð og svo myndaði ljóstillífun og það var hægt að kljúfa kolefni og súrefni. Þá fór súrefni í andrúmsloftið og kolefni hvert á það. Þá fór lífríkið. Plönturnar, dýrin, og það er einu hreindvars kolefni eða uppistaðið af lífríkinu og súrefni auka aðum koldíoxíðsins og það þetta banítrar, það getur jafn og auka jafn og það skemmir vefi og ef við erum svona háð efnahvöldum brænslu, það er á neðstu súrefnista því að það leysir næring orku sem við göngum fyrir á hverju degi. En í Guðum var ekki kalla koldíoxíð mengun, það undirstaða lífríkisins. Við erum bara fávíkað, við erum gefið. Þetta var röfnum og ég mæli ekki bara með efnafræði, þetta er lífafræði. Takk fyrir. Já, Gunni minn, þú þá er bara komið að þér, þú ert þá ekki bara... Ég er alveg... Oft lendir maður nú erfiðu spurningum en ég held að þetta sé eitthvað nýtt met, sko. Stefán, þetta var illa gert, sko. Bara maður stígur svona aðeins í spínandi, sko. Ég bara gerði mistök eins og 8 ára að vera bara hreinskilinn. Þetta var skemmtilegu kennari sem ég var með, sko. Það vantaði ekkert, sko, það var ekki honum að kenna en þetta einhvern veginn örugglega ef ég hefði bara sýnt þessu betur þá hefði mér fundist þetta skemmtilegra. Ég veist ekki um það en Jóhann Hjartarson er í þínu flokki. Ég gat aldrei fengið hann til að læra neitt hérna. Og hann var nú aðeins Já, ég sofnaði miklu betur eftir þessar upplýsingar. En sko ég ætla ekki að fara og ég efast ekkert um að hafi alveg rétt fyrir þeir eins og það sem að maður er búinn að fá núna kynningar á ýmsum hlutum og þarna margir við mann tala að mér skildist það að vandi væri svo að lífríki gæti ekki tekið jafn mikið við þessu af því það var orðið svo mikið af þessu og þarna en það gæti kannski verið einhver misskilningur og það var í partur á vandanum. Já, ok, en allavega ég sé einhvern veginn vanda svona, við þekkjum það að iðnbyltingin sem fór á stað hérna áður, að hún þýddi og þá voru menn nú ekki að líta á þessa hluti og það var mjög mikill útblástur. Ég held að það sé augljóst að við svona sem þekkjum það bara heilsu mann og annað slíkt að þetta sé nú kannski ekki sérstaklega vott í allt og miklu mæli, en kannski er það rangt hjá mér en ég einhvern veginn meti það þannig að þegar fólki er mikið það sem er keyrt áfram að jarðefna eldsneyti eins og við þekkjum og sérstaklega kolum að það hefur ekki mjög góð áhrif. Það sem er að gera og menn kannski tala ekki mikið að það ætla að vera gríðarlega mikil mannfjölda þróun í heiminum. Það er að segja mannkynið að fjölga gríðarlega mikið og aftur, ég er engin sérfræðingur í þessu en það segir sér sjálft ef að verður keyrt áfram til velmegun eins og við gert með gamla laginu eða þannig má orðast að þá getur það haft alvarlegar afleiðingar. Ef að það og stóra máli eru auðvitað þetta sem að þó svo að hinn vestræni heimur sé náttúrulega notið mikið að þá þegar við skoðum allar þessar tölur þá liggur þessu alveg fyrir að þessi efnahagskerfi sem eru að vaxa og eru að stækka að ef að þau taka ekki þátt í þessu þá náttúrulega mun það hafa lítil áhrif hvað við gerum og aftur við
Íslendingar spilum enga stóra rull í þessu þegar kemur að losun en einu slíku og hér var nú komið inn á það að það sem við gerðum kannski best var að hafa alla framleiðslu hér með okkur grænni íslenskri þróun, þarna orku. Pétur Blöndal heitinn sagði þetta nótt í þinginu, það fór nú ekki vel í alla, en hann sagði ná auðvitað væri ekki af því, en hann sagði ef við ætlum að ná virkilega að leggja eitthvað til loftslagsmálana þá ættum við að framleiða eins mikið eins og mögulega getum með grænni íslenskri orku. En hins vegar liggur það alveg fyrir að því gefnu að við ætlum að fara í þessi orkuskipti að þá þurfum við að bæði að fara betur með, við þurfum að fá betri nýtingu og hér var spurt út í varðandi hjá Benedikt spurði bæði varðandi flutningslínu og ramman, hvað að gera skilvirkari. Sko, það náttúrulega núna þó nokkuð mikið sem inni og samþykkt, þar sem öðrum áfanga sem einhverjum ástæðum hefur ekki verið nýtt, það 280 megavött, ég held að ég verði að fara að færa mig yfir í gigavöttin eftir ég fekk hérna yfirlengun áður, en þannig að mér finnst nú betra allavega að tala út frá einhverju einni forsendu því að þetta nú alveg nógu flókið, en kannski gigavöttin betri, ég veit það ekki, en ég skal hugsanlega færa mig yfir í þau. Ef að menn stækka virkjanir eftir að ef við næðum þessu frumvarpinu gegn þá það einhver 100-150 megavött. Svo inn í þriðja áfanga, það eru 1400 megavött. Og þar finnst mér að vísu að því að mér finnst menn, þó að ég nú getur, já ég finnst menn fljóta svolítið létt í gegnum vindorkugarðana. Það svona, ég held að þessi ekkert alveg afgreiða það að það sé einhver algjör þvæla og það sé ekki framkvæmt, að allavega þá liggur það fyrir að það bæði nota mjög mikið og það í mikilli örri og vaxandi þróun, ekki bara í Evrópu, heldur svo sannarlega líka í Norður-Ameríku og víða heiminn. Ég fór nú, sem ég ger nú sjaldan, ég fór í sóllandum jólin, ég hef aldrei gert það áður, fór til Tenerife og þar ertu með stóran vindorkugarð sem eftir því sem ég best veit keyrir áfram orkuna á þeirri eyju, en þannig að ég veit ekki alveg á hverju menn geta einhvern veginn afgreitt það með þessum hætti. Þannig að svarið eins og við spurningu Benedikts bara, sko ef menn hefðu, sko eitt það, og þegar kemur öllum þessum þáttum varðandi skilvirknina, að þá liggur það fyrir til dæmis varðandi flutningslínunar að vandi til dæmis núna með Suðurísinu sem 20 ára gamalt fyrirbæri og það alveg augljóst að það þarf og það alveg mekanismi í gangi sem gerir það verkum að menn þurfa að bera saman loftlínu annars vegar og hins vegar þarna landlínu og í matsskýrslunni kemur það alveg skýrt fram, það kostar 2,5 milljarða að setja loftlínuna, það kostar 5 milljarða að leggja strenginn. En strengurinn hefði farið í sundur núna í eldsumbrotunum ef hann hefði verið til staðar. Og svo mikið víst að það ekki síðustu eldsumbrotin eru ekki búin að vera á eða jarðhræringarna skulum við segja á þessu svæði. Og staðan þessi að það eitt sveitafélag sem að stoppar þetta allt saman. Og þess vegna, og það frumvarp bara ekki lengur á mínu borði því að Skipulagsstofnun fór einhver hluta vegna yfir í innviðaráðuneytið að það þá innviðaráðherra sem þarf að leggja það frumvarp fram ef við ætlum að breyta því þannig að þessi staða get ekki komið upp. Og síðan en hins vegar liggur það alveg fyrir og við þekkjum það bæði þarna og annar staðar að það mikil óskilvirkni í kerfinu og þetta eitt af því sem ég að líta á í mínu ráðuneyti, sömuleiðis að því að Bjarni sem nú farinn, búinn að skamma nóg, að þegar kemur að skilvirkni og sameiningu stofnana og annað slíkt því að það liggur alveg fyrir að þó að við værum ekkert að ræða þessi mál út frá loftslagsmálum öðru slíku að kerfi sem óskilvirkt að það dýrt og það eykur kostnað sem endar á endanum á skattgreiðendum og neytendum svo að það sé alveg sagt. En ég held að ég hafi nú alveg sýnt það í mínu fyrri ráðuneytum að ég óhræddur við að taka á slíkum verkefnum. Ég veit ekki alveg hvað Bjarni kvóta fara varðandi óáhrifus og rekstrarkostnaðir 700 milljónir, sko það Já, ég held að ef það rekstrakostnaðis, ég það nú bara skoða, þá það örugglega vegna uppkaupum og húsum og öðru slíku. Það getur nú alla annað verið því það örugglega ekki umsýslukostnaðin. Já, ég allavega þyrfti að skoða það, ég hef aldrei heyrt neina slíka tölur. En þar umræðan akkur þessi, svo mann áttu bara að segja, ég svo bara Seyðisfirði, að þar koma menn og segja
að því að ástæðan byrju verið með þetta vegna þess að þú færð ekki hefðbundi vátryggingafélög til þess að selja slíka tryggingar. Þeir bara selja ekki tryggingar þegar er náttúruvá. Þannig að við erum með einhvers konar samtryggingakerfi fyrir okkur. Það er hins vegar þannig lagan og túlkan og framkvæmdin að til dæmis á Seyðisfirði þegar koma þessar aurskriður og menn ákveða ákveðin svæði og það séu hættusvæði að þá er borgað fyrir íbúðarhúsin en ekki fyrir atvinnustarfsemina. Og ef það heldur áfram þannig og við erum að sjá meira af því að þá erum við, þetta er nú allt sjávarþorp sem eru í þessu fjalllendi, þá augljóslega hefur það gríðarlega erfið áhrif á atvinnustarfsemi. Það er enginn að fjárfesta í atvinnustarfsemi ef hann er á svona svæði. Enginn hérna inni myndi gera það og enginn gerir það. Og það er bara óvart mitt vandamál sko. Ég er bara með þennan þátt. Þannig að og ég held að frá þessu verður maður þarf að horfast í augu við það og líta sérstaklega á það. En Stefán, bara takk fyrir upplýsingar og Jóhann Hjartarson, mér líður miklu betur sko. Ég ræði þetta við Jóhann í fyrramálið því ég heitt hann. Við erum kominir að koma inn að leiðarlokum hérna í kvöld. Elías Elíasson hefur þó grátbeðið mig að fá orðið og ég ætla að og Jónas líka. Ég ætla að leyfa þeim ég ætla að leyfa þeim bræðurum að fá orðið. Elías fyrst og svo Jónas og svo slúttum við þessu. Já, eitthvað svona. Já, aðeins til varnar, takk, aðeins til varnar loftslagstrúnni. Sko, það er ómótmælilegt að CO2, svo ég kalli það nú ekki mengun, veldur hlýnun. En hvort svo hlýnun, lofaði mér að tala núna, hvort svo hlýnun verður 0,2 gráður á öld eða 2 gráður á öld, það hefur engin hugmynd um. Vitum það ekki. Svo hvað er þetta sem við erum með þarna milli handana? Þetta er tvennt, þetta er áhætta og þetta er business-tækifæri. Þannig verðum við að skoða þetta. Hérna hefur hlýnað með eitthvað 1-2-3 gráður síðastliðin 150 árin og við kerum okkur ekkert um að missa það aftur. Og það má hlýna sama, okkur líður bara betur. Þetta er business-tækifæri í þessu. Við sjáum það á vindmyllunum sem að menn vilja reisa allt land og annað slíkt. Og í sambandi við vatnsorkuna, þá er þetta áhættumat. Við þurfum að taka tillit til þess. Því að það er ekki sama áhættumat hvort við þurfum að segja að það er hætta á hlýnun eða við þurfum að fá meira rafmagn. Við þurfum að vita hvað við getum framleitt mikið rafmagn. Það er ekki verið að horfa á áhættunum á sömu hlið. Þannig að við þurfum að líta á smáhættu og business-tækifæri. Varðandi vindinn. Það er að mínu mati hægt að byggja hér á landi cirka 1-200 megavött af vindtúrbínum og vatnsorkukerfið getur svona nokkurn veginn séð fyrir því og nýtt vatnið og virkjun úr ánum betur. En ef við förum fram úr því, þessum 1-200 megavöttum eða hvað það nú er, þá þurfum við að fara að byggja 1 megavatt í vatni á móti hverju megavatti í vindi. Og þá allt í einu hækkar verðið á vindorkunni. Vindur nefnilega þegir í logninu og vindmyllurnar líka. Og þá þurfum við að hafa nóg bæði vatn, þessum að hafa nóg vélarafl og bæði vatn eða jarðgufu og bakviða til að koma í staðinn. Og sá kostnaður, hann er aldrei tekinn með þegar að verða að tala verðis á vindur. Þetta þurfum við að muna í sambandi við allan þann áróður og vind. Við getum byrjað, haft eitthvað upp úr því með betri nýting í vatni, síðan stoppar það og eftir það er þetta bara kostnaður. Takk. Takk fyrir. Ég ætla bara rétt að
versta sem hefur gerst í því það var þegar voru að keyra hinu kommunistísku Austur-Evrópu á Surtabrandi og brunaloftur frá því syndi yfir alla Evrópu til Bretlands, aftur tilbaka yfir Norðursjóður og eyðilagði barrskóga og sílungavötn í Noregi. Þetta var lagað þegar kommunismi féll í Evrópu 1989 og þýskir verkfræðingar fóru þarna yfir og settu reykhreinsun á þetta og settu pólsk kol í staðinn fyrir Surtabrandinn. Þá snar lagaðist þetta og framleiðslan á mengun og líka á CO2 að datt niður í Evrópu og þá þess vegna þá öll loftslagsumræða í dag, hún miðuð við árið 1990, það ár þegar Evrópa lagði niður kommunisma. Það eina loftslagsaðgerðin sem gerð hefur verið sem eitt að munað Það var þegar Evrópa lagði niður kommunisma. Amen. Ég slít á fundinum og ég þakka ykkur bara kærlega fyrir frábæra fund. Þetta var bara mjög ánægilegt og gaman að sjá hvað margir sá sér fært að koma þrátt fyrir ferðina sem ekki nú gæfileg. En ég ætla bara að minna þá á sem að hugsanlega getu viljað skrá sig í félagið okkar. Það hægt hjá Ingibjörgu. Ég þakka ykkur fyrir og góða nótt.